mækinn. Og við erum komin í útsendingu. Það er bara svoleiðis. Það er svoleiðis. Góðan daginn, Auðun. Það er góða kvöldið. Já, það er skoðan kvöld. Já, góða kvöldi. Herðu, þá er það annar í bikar. Annar í bikar. Og við ætlum að byrja á kvennakeppninni núna. Það er sjálfsög, konuna fyrst. Herðu, það eru hérna bara svona til að fara yfir úrslitin frá því síðast að þá hérna er Bríett, hún er með hérna var í fyrsta sæti, svo var Silja Jóhannes í öðru og Júlía Öts í þriðja í A-flokki. Júlía er ekki með okkur í dag. Nei, ég held að hún sé að jafna sig eftir FTP-prófið sem hún var að taka í gær. Já, hún hafði getað tekið það í dag. Hefði getið gert það. Já. Herðu, og í B-flokki kvenna þá er Valgerður Dröfn, hún vann síðast og veitti Silju harða samkeppni. Silja Rúnars varði í öðru sæti og Guðrún Valdís í þriðja. Síðan er Hrefna og Katrín eru ekki með núna, en Natalía ætlar að bætast í hópinni í kvenna. Já, ég var búin að vera pressað eins á Natalíu að mæta og það er enda mjög auðvelt að plata Natalíu í svona einhverjar áskoranir. Ok. Þannig að hún er alltaf til. Þannig að ég er mjög áhört að sjá hvernig henni gengur. Ok. Af því hún er reyndar algjör nagli, sko. Ok, verður gaman að sjá. Þannig að þá er stigakeppnin lítur þá svona út og við ætlum að reyna að uppfæra þetta bara þannig að við getum deilt því með ykkur hvernig stigakeppnin lítur út eftir annan í bikar af því að síðan er sko þriðji bikar og Íslandsmót eftir viku. Já. Og líka bara til þess að koma á framfæri þá verður breytt útsendingin þann dag af því að við ætlum að vera með gesti í setti fyrir og eftir hvora keppni þannig að tímasetningin verður önnur. Svona HM-hótnið. Já, HM-hótnið. Þannig að þetta verður viðburða meira og skemmtilegri útsending næst. En við verðum samt ekki mynd. Við skulum ræða það bara eftir hvort okkar fær að vera í mynd. En brautin í dag Brautin í dag er hringir. Það eru farnir 3 hringir sem eru 9,2 kilometrar hver hringur. Það er reyndar 0,2 kilometrar í lítinn en lítinn er bara fyrir fyrsta. Bara fyrsta hring, já. Já. Og heildarhækkunin í hverjum hringur 117 metrar sem gerir 660 metrar í heildina tæpa. Það er svo mikið. Nei, fyrir ekki 360, já. 360, já, ég var eitthvað búin tvöfaldað hana mikið, takk. Einskot ég sé ekki eini hérna. Sem er alveg smá hækkun á þessum rúmum tæpu 30 kílómetrum sem að verða farnir. Þetta er náttúrulega töluvert öðruvísi braut heldur en síðast og þetta sé ekki einhverjar mjög langar brekkur. Þetta eru stuttar og brattar brekkur sýnist mér svona með að við prófílinn á þeim og þær eru þarna 3 í röð. Já. Alltaf í lokin. Já. Sko, þessi braut býður upp á að þú veist að við gætum mögulega verið að horfa á eitthvað sem er að fara sóló í mark. Já. Það er meir líka þarna að verði einmitt sóló. Við reynda spáðum síðast að verði endarsprautur sem var síðan ekki nema bara var þetta þriðja sett held ég í B-flokki eða eitthvað líka. Já, einmitt. Þannig að þú sér það er 10% halli þarna í einni brekkunni sem er alveg töluvert. Það er alveg ágætis. Já, en stutt. Já. Bara 300 metrar sko. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig keppmyndur alltaf tækla þessa braut. Þetta verður aðeins öðru seldur en síðast. Já. Og svo náttúrulega er gaman að sjá að Hafdís er komin aftur í kvennakeppnina sem var ekki mjög síðast. Nei, akkurat. Og kveðja hana, hún er búin að sjá allan á samfélagsmiðlum, búin að standa í einhverjum leiðinda veikindum. Okay. Þannig að við skulum vona bara að hún sé orðin hress. Já, hún er mitt keypti sér sérstaklega svipta aðgang til þess að geta tekið þátt. Og ég heyrði með Natalíu aðan, hún er með pröfu aðgang. Já, það er sko að keppnin sé ekki meira en 50 kilometrar. En það er bara gaman að sjá og það eru aðeins færri konur heldur síðast ef ég sé þetta rétt en það eru svo töluvert fleiri kallar sérstaklega í B-flokki sem er gaman að sjá eftir. Já. Förum við það kannski betur eftir en
Þannig að konurnar eru jafnmargar og síðast, það ekki? Jú, jafnmargar og síðast, að því að Hafdís kemur inn í staðan fyrir Júlíu. Já, Í A-flokknum? Í A-flokknum. Var aðeins færri í B-flokknum núna heldur en Já, eru færri. Það eru bara 4 í B-flokknum. Voru 5 síðast. Já. Þannig að, en svo er spurningum mitt, þetta þar sem að brautin að byrja svona frekar flöt. Já, hún byrjar flöt og svo niður. Já. Og alveg svona, já. Þannig ég myndi haldaði mitt að það haldist þarna pelotón fram að fyrstu brekku. Já, maður myndi alveg ætla það. Og átt alveg góðum sem náðum líka hérna niður brekkunar. Já. Við náttúrulega sáum sterkt pelotón sem var bara blanda af A og B. Bæði í kvenna og kallakefninni síðast. Já, algjörlega. Og ég reikna alveg með að verði jafn aftur þannig í dag, sko. Já, svona til að byrja með. Til að byrja með allavega, sko. Já, svo er spurning hvort að brekkan greina á milli A og B. Mér finnst það mjög líklegt að þetta alveg, og sérstaklega kannski seinni brekkan þó þessi styttir, hún brattari, þannig að það svona, og það mjög, þú fær ekkert mikinn recovery tíma á milli brekknanna. Nei, það þetta eru 3 brekkur, það koma eiginlega bara allar í beit. Já. Og farð smá niður, en síðan bara aftur strax í næstu brekku. Já. Þannig að recovery tíman ekki mikill á milli, þannig að það alveg hægt að slíta vel í sundur í brekkunum. Já. Ef við bara komum okkur á ráslínu, það nú þarna, það eru 10 komnir á ráslínu og dómarinn hjálmlaus og það fyrst skipti sem að við höfum séð í keppni að sé einhver sem merktur dómari. Já, okkur telst til þetta sé vandalega Tómas. Já. Síðan ég hérna líka á hliðalínu og þú sem við náttúrulega erum ekki að keppa. Bara svo að fólk haldi ekki að sé að fara að hjóla þarna því ég hérna á ráslínu. Já. Ég ekki búin að skipta kyn. Þú ert ekki búin að skipta kyn. Nei, en það opnaði við keppnina sérstaklega fyrir þig. Já. Ég undan það. Já. 3 hringir. 3 hringir, 25 sekúndur í þetta. Þannig að það allavega vonandi allir búin að hita sig vel upp. Já. Tilbúinir átökin. Þú þarft nú að vera tilbúin með hendina á músinni. Já. Það þitt hlutverk. Það mitt hlutverk í dag. Herðu, 5 sekúndur. Og nú eru allar byrjaðar að setja fullt afl út og þetta byrja með látum eins og vanalega. Já, og ég að reyna að finna eitthvað hérna sem ég ætla að fylgja. Sko, Hafdís ég á Hafdísi. Þú ert á Hafdísi, ég fór á Silju Rúnars. Já, og hún að hún að spretta á stað, sko. Hafdís? Já. Já, það kemur ekki á orð. Það spurning hvort hún hafi allar að bara stinga af strax. Já, ég heldur sé líka bæður, hún held ég að testa og hún líka örugglega að testa sjálfan sig. Mér finnst það líklegt. Já. Og ég held að hún ætla ekki að reyna að hafa eitthvað of stórt pelotón, en við sjáum hérna að Bríett komin með henni og það allar haldið í við hann, þannig að hún hefur ekki gefið of mikið í. Nei. Er einhver sem var eftir? Nei, mér sýnist ekki. Mér sýnist allar vera þarna í pelotóninu. Já. Og það að gera fyrir þær að halda þessu núna í þessa, hvað þetta langt að brekkunni? Þetta er 200 metrar. Það eru, já, fyrstu brekkur. Fyrstu brekkunni, ég held að sé einhvern kílómetr kannski að brekkunni. Já. Og Já, þetta alveg kannski... Nei, ég að tala sko niður brekkuna. Já, niður brekkuna. Þú getur haldið, af því að það mikilvægt að halda hópinn að henni allan, þannig að þá getur aðeins svona nýttir brekkuna niður, en mér sýnist að bara allar vera að halda sér hann í hóp. Natalia aðeins stóttin aftur 3 sekúndum held ég þarna. Það skiptir líka svo miklu máli þegar það að mæta í þetta að vera búin að hita mjög vel upp af því að þetta svo mikil átök strax í upphafi. Já, þetta svona pínu eins og maður hafa séð sko, kannski sérstaklega fjallahjólakeppnir og cyclocross-keppnir. Já. Þá bara að byrja í 1000 vöttum og til þess að ná sér sem besti stöðu. Akkurat. Og það svona dálítið þessu líka.
þær eru allar halda hópinn nema Natalia dottin aðeins aftur úr. Já. Það eru gaman að sjá hana Söru núna. Hvað hérna, að því að hún náttúrulega var hérna nýkomin heim úr æfingaferði fyrir viku. Það sprakk síðast. Og hérna, hvað hún nær að vera lengi með hópnum og hvort hún nái að halda bara í hópinn. Já. Ég man ég sá til hennar nú síðasta sumar og hún var nú býsna sterk, þannig að... Eru við með karlmann að vinna í þessum hóp líka? Getur það verið? Að hjóla? Skipin, hver það? Það örugglega hérna sá sem að í kalla. Já, ég að segja... Spurning hvort hann hafi rugglast á keppni. Já, ég svona sé að það var allt í einu... Dimitri. Það rétt. Ég veit ekki, ég veist nú að sé að hlusta á okkur en hann þáttan að taka fínu uppbytun. Það var í kallakeppni líka. Já, ef ykkur þekkir hann að maður kannski láta hann vita að hann sé ekki réttur í keppni. Já. Ég sá að keppnistjórinn að halda í líka í við hópinn. Já. Það það í fyrsta skipti sem að hjólandi keppnistjóri. Já. Það ekki oft sem að sé það. Herðu, Já, hann átt þess á þessu núna. Þær eru allar ennþá að halda hópinn. Það allar halda hópinn. Mjög þéttur hópurinn og þá... Og eru ekki farið niður brekkuna núna? Jú, það að koma niður brekkuna. Já. Ég ekki að sjá þetta rétt? Ég sé þetta ekki alveg mál. Það var nú... ekki mikil, þetta var ekki mjög bratt niður en við erum þá á leiðinni niður. Nú erum þá komin að flata. Það eru nú á sæmilegum hraða sko. Já, það eru að halda alveg mjög háum vöttum. Við sjáum þær eru flestar í kringu svona 3-4 vött per kíló. Já. Og sko, ef þær eru aukstar þarna milli 3 og 4 vött, ef þær ætla að halda því allan tíman, þá verða þær ekki nema sko 14 til 16 svona 15 til 17 mínútur með hvern hring. Já, einmitt. Þannig að þetta verður svona stutt og snörp keppni eins og síðast. Já, sem bara skemmtilegt, það Já, það voru meiri átök, það er enginn að spara sig. Nei, og menn líklega til þess að ná sér nýtt FTP, þeir sem voru ekki að taka FTP-próf í gær. Já. Þannig að þetta rúllar bara skemmtilega á stað og þær eiga held ég svona cirka kílómetr í fyrstu brekkuna. Sýnum þessi samkvæmt kortinu sem ég með hérna. Kannski rúmlega. Þá reynir á. Já, þá spurning hvort við fyrir þá að sjá. Hafdís tekur á rás núna. Okay. Já, við ætlum að vera með gesti hérna aðeins fyrir keppnirnar næstu viku. Þannig að ef við erum með hugmyndir að einhverjum sem að einhver langar að sjá í setti hjá okkur, þá erum við opin fyrir hugmyndum. Já, ætlum að vera með svona aðeins umræðu fyrir keppni og eftir. Já. Herðu, þær eru allar ennþá, það er bara hún... Natalia sem situr eftir. Keppnistjórinn farin að leiða hópin, ég veit ekki hvað það skynsamlegt, en... Já, keppnistjórinn þarf að passa sig að gefa ekki draft. Nei. Þannig að hann þarf að, Hann þarf að halda aftur á sér? Já, hann þarf að halda aftur á sér og má ekki vera fyrir framan af því að annars verður það ógilda að annars verður það hendunum úr braut. Já. Hann bara misti sig aðeins í gleðinni. Í þessari gleði. En þetta ótrúlega þétt pace sem að halda og hópurinn haldast mjög þéttur en það að fara, brekkan að koma. Já. Fyrsta brekkan, hún 600 metrar löng, hækkun upp á 60 metra ef ég man þetta rétt tæpa, 50 eitthvað metrar og halli upp á 6,4%. Keppnistjórinn farin að halda sér fyrir aftan. En það Silja Rúna sem ákveður að taka
af skarið áður en koma brekkunni. Ok. Já, hún hérna komin töluvert. Hún komin með smá forskot á þær. 2 sekúndur. 2 sekúndur. En nú sjáum við hérna á skjánum, sjáum við brekkuna líka. Sjáum svona grafíkinni að hvernig brekkan lítur út. Þær að byrja núna að fara upp. Þetta byrja frekar rólega. Þetta svona cirka 2% halli þannig byrjun. 1-2%. Svo verður þetta brattara þar sem maður detta í 3, 4 og 5. Og þetta fer upp í 6. Já, mest 6,4%. 6,4 ekki mest. Já. Eða það meðalhallin? Nei. Nei, það ekki mest? Það mesti. Það mesti. Nei, það sýnist mér að vera meðalhallin því það konar upp í 8%. Já, meinar. Tæp 9%, þannig að þetta meðalhallin hérna sem 6, þannig að það ágætis meðalhalli. En það sjá að það hægt töluvert á þeim, það eru komnar hérna einhver að nota bústið, fjöðrina. Það Björg sem nota? Nei. Við sjá hverju þetta sem með voru hérna, það Sóley. Hafdís að leiða hérna upp brekkuna. Já. Það eru... Þetta það sem hérna... Já, nú sjáum við fór hérna upp í 10% hérna. Við sjáum að það að slíta núna eins og kannski móttalega búast við. Mér sýnist þetta séu allt A-stelpuna sem eru þarna komnar í hóp saman. En það ekki rétt hjá mér. Það eru hérna Hafdís, Silja Jóhanns, Bríet, Sóley og Björg. Já. Eru þannig allar en hinar... Og já, það bara Sara Átna sem situr aðeins eftir. Já. Við sjáum að Valgerður og Silja og Guðrún Halldórs og Silja eru síðan eftir og hérna. Þannig að þetta er meira krefjandi brekka heldur en við héldum fyrst. Já. Hérna. Það leit svolítið sakleysislega út. Já, en hún ekkert sérstaklega sakleys. Hún er 6,4% meðalhalli. Næsta brekka nefnilega 10% meðalhalli, þannig að hún er styttri. Hún er helmingi styttri, hún er ekki nema 300 metrar. En meðalhallin er 10%, þannig að nú bara að sjá hverjar að ná að recovera. Sjáum að Björg aðeins að dragast aftur úr, en Akureyringarnir og Bríet eru þarna í hópnum. Sóley aðeins á eftir þeim, en ekki... Þannig að nú að gera að hvetja Björgu til þess að ná aftur í hópun. Hún misti þar, manstu, síðast var hann aðeins eftir og náði þeim eiginlega aldrei. Nei. Það var mjög pirrandi fyrir hana væntanlega. Alltaf rétt á eftir, svona rétt eins og hún er núna, hún er rétt á eftir. Já, síðan var það líka þannig, hún æskiti var hann alveg náðum og þá ríkti Júlía á stað. Já. Við sjáum núna, nú það að koma niður og síðan er bara aftur strax í brekku, ef ég sé þetta rétt. Og hún er mestmegnis bara rauð. Þannig að það er ekki mikil, og þær ekkert að slá af niður brekkuna, þær ekkert að gefa sér neitt séns til þess að anda á milli. Við sjáum að Bríet tekur aðeins fórustuna og það verið að gefa alltaf vel í þannig upp brekkuna. Það að keyra upp í 6-7 vött per kíló. En við sjáum líka að hallin er komin í 11%. Já. En brekkan var búin, þannig að þetta bara svona stutt. Mjög snörp, en síðan heldur ekki langt í að það komi síðan næsta hækkun þegar þar sem að það byrja aftur á flatanum, þar koma flatan sem að þeir byrjuð á. Já, og þær núna kemur aftur svona fara frekar hratt niður og síðan næsta brekka, við erum ekki með þetta töluna, en hún virðist vera mjög svipað og fyrsta brekkan. Já. Svona svipað löng, svona 600 metrar sýnist mér og svona á grafíkinu dæmi er hún með svipaðan halla prófíl líka, þannig að hún er svona 6%. Þannig að það ekki bríðir alveg strax, það geta ekki að fara að anda alveg léttar alveg strax. Nei. Silja er hérna rétt á eftir Valgerði. Já, Já, eða það komnar 15 sekúndur hérna í þessari brekku. Já, og við sjáum að Björg orðin 19 sekúndum eftir fremsta hóp 4. Já, það er spurning hvort að Silja var alltaf svona við það að ná henni líka, henni Valgerði í síðustu keppni. Já.
og ég sá mitt á hérna Instagramunu að hérna, hún þakkaði kærlega fyrir áskorunina, hún Silja. Já. Við hvetjum ykkur til þess að hérna taka Tind á Insta ef þeir eru með ykkurum sem að keppa. Já, og nú sjáum við að það eru tvær hérna að nota hérna Trukkin. Já, og það er ekki bara Sóli sem er að nota trukkin og einhver að nota hjálmi líka og það var ekki Silja. Já. Það er að halda bara vel hópinn af það. Já, það er 4 Já. og Björg er aðeins farin að hérna fara þetta þess aftur úr. Hún er aðeins komin eftir þeim. Og það er alveg erfitt, nú fara upp 3. brekkuna. Já. Það eru í steddi 5,5% hækkun. Já, mér sýndist þetta eins og við vorum ekki alveg með hæðaprófílinn á þessari brekku í kortinu, en hún virkar svona mjög svipuð eins og fyrir brekkan. Svipalöng og hérna brattinn svipaður. Já. Sjá, núna fara þær alveg upp í svona 10% þarna í beygjunni. Þannig að það er þurfa að hafa aðeins fyrir hluta núna og síðan kemur fá þar hann smá flatt og niður. Þannig að þær geta svona tekið svona smá bríðir í hérna eftir þessa brekku. Já. Eins og sést þarna upp í hægra horninu af því að við erum með allan skjáðan þinnaðin í loftinu að þá sést þarna að þær eru að koma upp á hérna stallinn. Já, það er eiga svona einhverja 100 metrar eftir held ég af brekkunni. Flatanum. Já, eftir að brekkunni. Já, upp í flatan, já. Þannig að það eru dettir núna að sjá, hann er komið 7% hallin núna. Já. Sóli aðeins að dragast aftur úr, þannig að hún þarf aðeins að herða sig til þess að ná því. Mér sýnist að bilið milli Valgeir og Silju sé að aukast. Já. Þannig að þetta... Já, Silja er að sjá ennþá í Valgerði. Já. Sem er náttúrulega afskaplega hvetjandi. Það eru 18 sekúndur á milli þeirra. Já, og það eru brekku líka, þannig að það er hérna... Svo er Guðrún hana rétt á eftir Silju. Já, hún er bara 10 sekúndum eftir Silju, þannig að hún gæti náðinni. Já. Verku bara þarna í B-flokknum, þannig. Já, það er ekki mikið sem að bera á milli, sko. Nei, en við erum samt, það verður áhverjum að sjá, nú er að búin fyrsta hringin, þær er að ná að halda hóp svona þar sem við alveg gátum alveg reikna með að yrðu í hóp. Já. Og það er þá spurning, sko, hvort það er séu, af því að það er vist enginn hafa tekið, sko, neitt breyk. Nei. Þannig að það er hérna spurning hvort það sé að spara það og það er alveg mjög skynsamlegt að gera það ekki í fyrsta hring. Já. En það er spurning hvort það verði meiri læti í öðrum hring og síðan gerur náttúrulega fyrir að það gerist pottið eitthvað í 3. hringnum. Já. Þetta eru mikla keppnismanneskjur. Já. Mikið keppniskapata í þessu pelotoni, þessum 4. Já, það verður ekkert gefið eftir þarna, það er alveg ljóst. Og þetta er náttúrulega gaman svona að hafa þetta núna yfir vetrartíman aðeins svona að spreita sig og sjá hvernig maður stendur. Þegar þrátt fyrir að Haffi sé alltaf að reyna að meina það að það sé komið vor, þá er vetur. Ég var að reyna að koma því til skila á samfélagsmiðlum í gær. Það er febrúar. Veistu svo það hafi líka verið að ræða þetta í síðustu viku? Gæti verið. Já. Þær eru búnar að klára fyrsta hring. Já. Á 15 mínútum. Ok. Það er ansi vel gert. Það er, þá, eins og við erum með hérna fyrir framan okkur, þá erum við með svona hvernig það reiknum út að það eru að halda 4 vöttu per kíló. Já. Að meðaltali í fyrsta hring. Það er ansi vel gert. Það er spurning sko hvort það sé þetta hringa. Já, það allan kom ekki fram í í reglunum. Í keppnisreglunum og þar kemur heldur ekki fram hvort þessi skylda að vera með hjartsláttamæli. Eina sem að fari sérstaklega tekið fram fyrir þessa keppni er að
að keppnishaldara eða keppnisstjóra heimilt að óska eftir vigtun. Já. Klukkutíma fyrir keppni og alltaf 3 tímum eftir keppni. Mitt. Þannig að ekki þambu mikið. Nei, ástæðan verið satt myndist á þetta að nú lítur út eins og hún Sara sé orðin fremst. Já. Bara svo ef fólk að horfa á það, þá það ekki svo. Hún þarna eftir þeim. Já, það já. En það stendur pluss. Hjá henni. Man sýnist að Sara sé hætt. Hún hafi ekki haldið áfram. Hún hafi stoppað. Já, það allavega 0 watt per kíló þarna. Já. Hún hefur ekki verið tilbúin í þessi átök. Eða eitthvað komið upp á eða bara ákveða að láta það vera heita gott. Já. Það má líka alveg. Það má alveg. Svo náttúrulega líka hægt að bara að hjóla þetta og fá stíginn. Já. Þau telja. Þau telja alltaf. Það mitt kosturinn við að mæta, sko. Nú þær á leiðinni niður og... Já, það að klára niður brekkuna. Já. Og þetta þetta kílómetr þá cirka sem í fyrstu brekkuna í hringnum. Já. Það aðeins, fór aðeins vöttin niður núna sá ég þegar voru að fara niður brekkuna en það var ekki mikið. Það var ekki alveg mikil átök eins og í fyrir hringnum. Nei. En það samt með 3 vött per kíló eða meira. Valgerður búin að bæta í, komin upp í 24,5 sekundur á undan Silju. Já. Rónars. Og Björg þarna einhverjum 25 sekundum eftir fyrsta hóp. Og það 20 sekundur í Valgerði milli Bjargar og Valgerðar. Já. En ég var nú ekki búin að sjá Þær halda áfram 4 saman. Við sjáum að Silja líka búin að auka forskipta á hana Guðrúnu. Já. Nú svona 500 metrar í brekkuna aftur. Og já, við sjáum að það það ekkert mikill munur en það aðeins larri vattatöluna núna heldur nú voru áðan. Sem alveg eðlilegt, þetta líka taktík, það líka að hugsa þetta þannig, taktíst líka að þetta snýst ekki bara að hjóla hratt, sko. Nei. Að það líka svona að vera. Hvenær maður á að brenna eldspýturnar. Já, einmitt. En síðan sko, við erum með eina hjólandi liðið núna. Af því að Sóley og Silja, að þær eru saman í kjúbliðinu. Já, einmitt. En við erum ekki að sjá neitt annað lið í kallaflokknum. Nei. Þannig að... Já, maður veit ekki, það gæti alveg unnið saman. Akkurat. Ef ég man rétt, þá minnir eins og þær hafi verið að hjóla saman í einhvern sal. Já, þær voru í skúr. Já, það skúr, já. Það var eitthvað stað saman í skúr. Það var saman að þjást. Já. Og við mælum alveg með því þegar fólk að fara í þetta að reyna að gera þetta í einhvern sal eða saman, því að það alveg gott að horfa aðra þjást líka með sér. Já. Og ég veit að Blikarnir eru upp í sporti sem þau voru síðast. Allan einhverjir af þeim. Já. Ég veit að það, ég veit ekki hvort það verður einhverjir tindara sem að verða að keppa upp í Kringlu, en ég veit að það einhverjir sem sitja á hjólinn þar og ætla að horfa á keppnina. Já. Þannig að við erum jafnvel einhvers staðar upp á Breiðskjá, sko. Heppin að vera ekki mynd. Heppin að vera ekki mynd. Þeir eru þannig að keyra nú bara á súlunar. Já. Herðu, það að fara að styttast í fyrstu brekku. Já, og eins og við sögum áðan, hún var meira krefjandi heldur en við byggumst við. Hver heldur að takja skarið? Ég ætla að spáði að það gerist ekkert svakalega mikið. Ég ætla að spáði að þær muni halda þennan hring saman. Og svo ætla ég að spá því að Hafdís taki break
Já, ok. Heldur að Bríett reyna að geta að leggja af stað í brekkunum og undan Hafdísi? Ég veit ekki, það er spurning hvað taktík Bríett ætlar að vera með. Já. Eins og við Bríett náttúrulega vann síðustu keppni, þá var Hafdís ekki með og þá fór Bríett í break Já. á undan. Hún ætlaði ekki að taka endarsprett við Silju eða Sóley. Það voru held ég alltaf 3 saman og Júlía náttúrulega líka. Já. Og Júlía var náttúrulega í 3. sæti. Já. Þannig ég ætla að spá þessu, síðan bara eftir að sjá hvað gerist. Það, ég get alveg trú að Bríett upp að taka einhver ógeðskyrslu. Já. Sjáum það eru byrjaðar í brekkunum núna. Það er engin læti komin allan ekki ennþá. Nei. Ég er að Bríettið, þú ert á Sóley, þannig að við náum að fylgjast vel með ef það gerist eitthvað. Já. Og náttúrulega, ég held að náttúrulega það séð að þetta er alveg, já eins og sáum kannski á, það er mjög stutt. Þetta er svona bara eins og hálfgjör intervalæfing þessi braut sko, því að þetta er alveg krefjandi stuttar brekkur. Já. Þessi svona, hvað voru að lengi með hana síðast, það ekki verið ykkur 2 mínútur kannski. Nei, minna, 1,5 kannski. Já. Og hin brekka sem er eftir, hún náttúrulega er helmingi styttri, brekka nr. 2. Já. En hún er líka töluvert brattari. Nú er það að nota 2 nota fjöður og 1 nota trykkin. Það er Sóley sem nota trykkin og Hafdís og er þetta ekki Silja sem er að nota fjöðurina? Það er allar að halda hópinn samt, það er enginn að reyna að stinga af. Nei. Sjáum það er enginn að skella í ykkur háar vattatölur. Skelli háar, það eru náttúrulega í frekar háum vattatölur, það er enginn að taka skarið eins og þessi. Já. Og nú er það komnar upp og það var enginn sem reyndi að slíta sig frá hópnum þarna í þessari brekku. Þá fara þær upp og sjáum að Hafdís er með doppótutreina, þannig að Hafdís var með besta tíman í brekkunum síðast og heldur því vantilega núna doppótutreina, hún var fyrst að klára. Já, hún var 2 sekúndu brotum. Já. Og þá fara þær niður smá kafla og svo aftur bara strax upp í 10% halla. 10% meðal halla, já. Já. Það er nú vana því þessa Akureyri sko að vera í svona cirka 10% meðalhalla því að það er svona svipað eins og í Hlíðarfjallinu en það er töluvert lengra samt. Það er aðeins lengra. Bríett hangir í Hafdísi. Ég held að Bríett ætti ekki að láta Hafdísi fara neitt. Nei, hún ætlar ekki að ég held hún láta hann ekki komast neitt burtu. Ég væri reynda til í að sjá átökin af Bríett. Hún tekur svo svakal á því. Já, hún skilur ekkert eftir. Það er ekkert eftir. Nei. Hún kann að fara í þessa dimmu dali. Já, ég held að hún skilji með þessa persónuleikan eftir, sko. Já. Þú veist, hún klárar hann líka. Já. Við sjáum núna að það er Bríett sem er orðin fremst. Sóley virðist aðeins vera að dragast aftur, ég skipta hans yfir á Bríett. Sjáum að Sóley ég er búin að skipta aftur á Sóley, hún er 3 sekúndum eftir henn, þannig að það er spurning hvort að hún hafi sprengt sig í stuttubrekkunni. Við sáum að Silja og Hafdís eru að fá báðar doppótutreina. Og hún er komin núna, Sóley er komin 5 sekúndum eftir og það gætur Það er mjög dýrar 5 og hún er að fara í 6 sekúndur og þær eru á leiðinni niður. Já, og þær eru á leiðinni niður og þær eru síðan að fara aftur í brekku bara eiginlega strax í kjölfarið. Já, hún er komin í 6 sekúndur, eftir hún er hægt að sjá þær. Já, hún hægt að sjá þær og þær eru á leiðinni niður og eru á leiðinni í næstu brekku þannig að þetta hefur sennilega verið tekið aðeins svo mikið úr henni
þessar tvær brekkur hann núna. Það 1,5 kílómetri eftir af þessum hring. Já. Og hann mestins bara að fara niður og svo aftur upp. Heri, ég sé hérna Sóley komin 9 sekundum eftir henni, ég ætla að skipta yfir, ert þú á Bríet eða ert þú? Ég er á Bríet, ég fylgist með. Já. Ef við kíkjum aðeins á B-keppnina þá það alveg óbreytt og mjög svipað á milli þeirra. Sýnist Valgerður kannski aðeins vera auka bilið á Silju Rúnars. Já. Það orðið 30 sekundur rétt rúmar. En nú sjáum við nú að byrjar á lokabrekkunni í hringnum. Já. Og það þarna einhver að hendi í fjöður. Ég sé ekki að því ég einhver loftmynd hérna. Já, mér sýnist að vera Silja. Það Silja. Já. Hún að nýta fjöðurina. Þetta náttúrulega líka sem kannski eitthvað sem við erum ekki að nota út í hjólrunu, það að kunna nota þessar fjaðrir og trukka og á hjálma og allt þetta sem er í boði í leiknum. Já. Herðu, mér sýnist Hafdís eitthvað verið að gefa í. Já, samt ekkert mjög mikið út á valdatölunum með það. Fannst þess að hafi komið svona ykkur smá rykking? Já, kannski rykt aðeins í, en það eru samt ennþá bara allar í hópin og það eru allar haldar mjög svipum vöttum. Ég held að það er ekki að hleypa. Já, það eru að passa alveg upp á hver aðra núna, þannig að það verður fróðlegt að sjá nú náttúrulega erum við þetta bara í síðasta hring. Já. Það eru eiga eftir hvað ætla þetta séu einhverjir 500 metrar í þess að klára þennan hring. Já, einmitt. 80,4 þá það komnar með hringinn. Já, þannig að þær eru að klára raun og veru svona brattast hlutana brekkuna smá halli eftir sem er þetta bara einhver 3% held ég áður að fara á beina partinu og svo er niður brekkuna. Sóley er komin þarna alveg tæpri halvi mínútu á eftir, 27 sekundur. Þannig að hún er ekki að fara að ná þeim. Það er ólíklegt, en það er spurning hvort að þetta hveti Björgu til þess að gefa það sítur sem að ná Sóley. Já, einmitt. Sjáum alveg, í svona brekku þá getur ýmislegt gerst. Já, af því að sko ef Björg nær Sóley að þá fer hún upp fyrir hana nei, þá það jafnar þá fer hún. Jú, þar myndi vera jafnar þá í stigakeppninni. Já, þar myndi að vera jafnar í stigakeppninni. Þannig að þá væri það bara úrslit í næstu sko. En sjáum samt það er alveg alveg mínúta á milli þeirra, en eins og það ef Sóley má ekkert vera að hún má ekki bugast, hún verður að halda sér. Björg heldur takti, við sáum það síðast að hún er alveg rosa sterk í að halda taktinum þó að hún sé ein eftir fyrir aftur. Já, og hún heldur alveg mjög jöfnum vöttum, hún lætur ekkert bugast þó hún missi hópinn sko. Nei. Mér sýnist bara að Valgerður sé jafnvel bara alltaf að auka aðeins forskotið á Silju í B-flokkinum. Já. Þannig að spennan verður hérna milli þessara 3 drottninga þarna sem eru núna saman hérna í brautinni. Já. Eru að koma í brekkuna niður. Þannig að nú bara ég ætla ekki að spáði það gerist neitt alveg strax, en það er alveg spurning hvort einhver ætli að reyna að stinga af áður en að koma á brekkunni. Já, en það er alltaf smá flati áður. Já, ég er að segja það, að nýta flata þá til þess að... Já. Og Bríet náttúrulega sýndi það alveg í síðustu keppni að hún getur alveg trukkað einmitt á flatanum. Já. En þær eru nú allar örugglega mjög líklega búnir að búa sig til leikaáætlun. Já, mér finnst það mjög líklegt.
og þetta gæti líka orðið pínu störukeppni. Já, hver ætlar að fara af stað? Já, En nú þetta sko 3 mjög sterkir sprettarar. já og þær geta allar vatta líka frekar hátt sko. Já, Við sjáum Hafdís ekki með púlsmælinn á sér. nei, hún var í vesinu með að tengja hana. Já. Hún datt hérna inn á Björgu. Já, ætlaði nú ekki að gera það. Já, hann er eitthvað að stríða mér hérna. Natalia heldur takti. Já, hún er ekkit, hún ætlar að halda sér. Já. Hún mun klára. Og hérna, hún það er mjög skemmtilegt að hún að fara í þessa keppni svo segast frá því hún er búin að vera að hjóla mjög lítið. Já, ok. En henni finnst gaman áskorunum. Já, frábært. Og og rósin fyrir það og hún tekur þeim. En ég vona samt að fólk sé ekki spyrrætt við að mæta þessi keppni þó við séum að senda þér út. Nei, ég vona ekki, vonandi er það bara hvetjandi. Já. Nú eru þær að klára að fara niður brekkuna. Það er ekkert verið að slá neitt rosalega mikið af. Nei. Ert þú á Ég er á Hafdísi. Ok. Þetta er pínu erfið þar sem það fara að blanda svona hópanir saman. Já, við erum komin þarna með þarna nokkra fyrir framan okkur. Tók nú ekki eftir Söru hérna að vera veifa á kantinu þegar fóru framhjá. Nei, já, við mistum af henni. Já. Herðu, hvar erum við núna? Við erum kílómetri í brekkuna. Já. Nú væri rosalega gaman að hafa myndir af þeim stelpunum í Algjörlega. Ef það er einhver sem er þarna með þeim. Við munum ekkert birta það neitt. Það er alveg bara fyrir okkur til að sjá hversu mikið þær eru að taka á því. Taka á því hversu djúpt þær eru að fara í dimmu skúmaskotin. Já. Björgun er komin inn af mínútu á eftir Sóleyju en ég efast að það náist nokkuð að saxa það sem að komið, það sem er eftir. Já, mér finnst það ólíklegt en ég er samt hvetja Björgu til þess að bara halda áfram. Hún er að halda hærri vöttum heldur Sóli. Já. Þannig að það er spurning hversu mikið Sóli eftir hversu mikið hún kláraði sig í brekkanum áðan að halda í við þær. Já. Þannig að skulum Valgerður eiga bara forskotið á Silju og já. Guðrún rétt tæpri eða rúmum 40 sekúndum. Já, það virðist ekki 50 sekúndum á eftir mikil Silju. Spenna þar hvernig það klárast. Nei. En ég er orðinn svolítið spenntur að sjá hvað gerist hjá þessum stelpum núna. Já. Það eru búin að halda lengur hópin heldur en ég bjóst við. Já. Ég er enda bjóst sem alveg við því að þær myndu já, að því að þetta eru svona 3 stuttabrekkur, það er alveg hægt að pína sig kannski í það að halda sig í hópin eins og Sóli var greinilega að gera. Já. Þannig að En síðan náttúrulega, þú veist bara, þegar tankurinn er tómur, þá er hann tómur. Já. Þannig að þetta fer að vera spennandi. Það eru bara nokkur 100 metrar í brekkuna. Ég ætla að gera smá Nostradamus og spá í að þær muni halda hópin upp fyrstu brekkuna og svo gerist eitthvað í brekku númer 2. Heldur það gerist í 2? Já. Já, ég er sammála. Ég held að það fari enginn á stað í fyrir brekkunni, eða þess fyrst sem við færi núna, því að það verða þarna 2 í lokin og endamarkið er í rauninu bara þarna rétt á toppnum í síðustu brekkunni. Þú nærði eiginlega ekki að fara á flata áður en þú klárar. Ekki alveg fullkomin flata, sko. Nei. Þannig að þú klárar eiginlega í brekku. Og þá fara þær af stað, að smá, ég held að vera komnar í brekkuna.
Þetta ekki á hann kunnu og staðháttum í brautum? Jó, ég er svona nokkuð þeim, sko, að það kom þarna smá reyndar, sko, svikabrekka. Það kemur smá niður og svo fara þær í brekkun núna eftir svona 100 metra. Eða minna. Sko, hann er brekkaninn. Ekki að Bríett eitthvað að leggja stað, eitthvað aðeins. Það sem við náttúrulega sjáum þegar sem við gerum ekki þegar kannski erum að horfa á svona keppni utan þeirra að náttúrulega maður sér vöttin, þannig að maður sér raun og veru þegar viðkomandi er að fara að taka á því. Já. Er svona eiginlega aðeins áður en að raun og veru. Áður en það skila sér út í mið. Þær eru byrjar og eins og við erum búin að sjá þá er þetta svona, hún byrjar í svona 6% síðan verður hún alveg pínu krefjandi þarna. Fór alveg upp í 10% áðan. Já. Hún fer alveg upp í 10%. Fer upp í 10%, einmitt á þessum kafla og svo aftur þarna eru 2 kaflar sem eru pínu strembnir. Sjá núna þær eru að komast á smá flata og svo kemur aftur svona krefjandi kaflar. Já. Og þær eru bara að halda mjög svipuð tempo eins og voru í fyrstu tvö skipti sem fóru upp brekkuna. Alveg gaman að sjá þær að fara svona hring, maður svona getur séð sko líka hvort þær eru að auka eða hvort þær halda bara sama tempói. Nú henda þær í Fjöður, Hafdís og Bríett. Já, og Silja líka. Og Silja líka, já ég var náttúrulega bara hérna að horfa á Hafdísi. En það er áhört að þær hafa allar fengið Fjöður því að það er ekkit, þú ræður ekkit hvað kölluðu þetta? Power-ups. Power-ups, já, power-ups þú færð, það er eiginlega bara random. Þannig að þú getur alveg verið ópen og kannski fengið trukk hérna í brekkunni, sko. Já. En þú náttúrulega sérð hérna íkonið, hvað þú átt inni. Já. Og þannig að þú getur verið að eyða kannski einhver íkoni áður en að þú kemur að brekku, til dæmis hefðu í vonum að eignast nýtt. Já. Hafdís er komin örlítið undan, samt ekkert sama telur þannig, nei. Silja nærinni. Og kannski til þess að útskýra þessi power-ups að þú færð þau fyrir segment. Já, afrek á takmörkuðum, á tilgreindum stöðum. Já, þannig að það eru segment í brautinni eða svona vegalendir í brautinni þar sem þú færð hérna power-ups fyrir að klára. Og sjáum að þær hafa fengið hérna trukk og er á hjálminn. Já. Eftir síðasta sem þeir kláru við brekkuna og eru greinlega að nýta hann núna. Þá finnst mér ólíklegt að þær fái annað en svona power-up til þess að nýta í næstu brekku. Af því það er held ég ekkert segment hann á milli þessar tveggja brekkna. Nei. En það var eins og eina sem var ekki að nota neitt, þannig að það er spurning hvort hún hafi fengið Fjöður. Og þetta getur náttúrulega allt skipt einhverju máli. Nú voru að koma snert upp opnin. Ég var búinn að spáði og þarna er einhver Silja aðeins að auka hraðan. Okay. Og Hafdís er að gefa í. Sjáum að Silja er komið með smá forskot. Já. Þú hangir á Hafdísi, ég hangi á Bríett. Já. Sjáum að þetta Silja er komin í sekundu. Komin í sekundu á þær. Ég held að vera fljótar að ná henni. Og Hafdís tekur á skari núna, hún er að gefa í. Já, og Bríett líka. Já. Bríett gefur í. Það verður ekkert frítt hérna. Nei, og það er enginn að ná að stinga af, þannig að þetta verður spennandi. Við sáum að Silja var aðeins að reyna og svo reyndi Hafdís líka, en það er bara, það verður blóð bara í síðustu brekkunni. Nú eru að búnar með þessar svona skilgreindu brekkur og það er bara lokabrekkan sem er eftir. Nú fara það niður í smá stund og það er aðeins lengri kapli sem fá núna til þess að í pásu áður en að fara síðan í lokabrekkuna. Þá fara hlutirnir að gerast. Sjá minn upp í hægra horninu að hvernig brautin liggur og endamarkið er þarna upp á flatanum sem er þarna lengst til hægri á kortinu.
að ég fari rétt með það því að það sko, nei, eða er það aðeins lengra því að þetta er 28,4. Nei, það er alveg rétt, það kemur smá, hún svona jafnast aðeins út áður en að koma í markið, en það er samt í halla. Það er 20, nei, maður sjá, ef hún er 9,2 sinnum 3, 27,8. 27,8, já, þannig að það er 1,5 km eftir. Herðu, ég held að borgi sig að vera hérna. Já, ég er á Hafdísi. Ég er áfram á Bríett. Já, við skulum bara halda okkur þannig þangað til annan kemur ljós. Nú er það bara do or die, það er síðasta brekkan. Hún er 6% meðalhalli held ég líka. Við erum ekki með það en það svona er í kringu það. Og hún er ekkert löng, hún er 600 metrar, sýnist mér. Hvað það er, 27,6, það er 900 metrar eftir. 900 metrar eftir. Og það er bróðuparturinn því er í þessum halla í kringu 6%. Þannig að nú er bara spurning, ætlar að geima þetta þangt til að koma þarna gula partin í brekkunni sem er þá flatasti parturinn sem er þá kannski svona síðustu 300 metrarnir sem eru svona flatari. Þannig að sjáum hvenar það er ætla að taka skarið. Það hlýtur einhver ætla að taka skarið. Þó þetta sé rosaleg póker. Þú ert að keyra í 5-6 vettum per kíló. Já. Þú veist, hvar ertu þá ekki að taka á skarið? Þannig að kannski ekki sprett, en það er 600 metrar eftir. Það er alveg spurning hver á inni eitthvað til þess að gefa í, því að eins og segir, þegar þú ert að keyra á 5 vettum per kíló, þá er ekkert mikið svigrúm til þess að fara að harra, en sáum þetta Hafdís fór upp í 7, ég vil 8 áðan. Og nú koma smá svona flatt en halvu kílómetr eftir. Jeps. Og nú ef ykkur ætlar ef við ætlar ekki að taka endasprett þá þarf ykkur að taka skarið núna. Svo ég hveti hann aðeins til þess að gera þetta meira spennandi. Þær eru allar að halda bara svipuðum vöttum, þannig ég kannski ætlaði bara að taka þetta í endasprett sko. Það er bara nokkrir metrar eftir af brekkunni. Já. 400 metrar eftir að brautinni. Já, og 50 metrar eftir hérna á brekkunni. Það er aðeins verið að auka. Nei, ég bara tek þetta tilbaka. Það var ekki verið að auka neitt. Nei, það er ekki. Það eru bara aðeins að trukka þarna síðasta. Þannig að við erum að fara að sjá endasprett núna sem við reiknuðum ekki með. Nei. Við erum allan ekki góði spámenn. Nei, það er 200 metrar. Hafdís er komið með svona hjólalengt á þær og þá gefur Silja leggur stað. Já, hún er Bríett fyrir eftir henni. Sjá núna hvað gera á Hafdís leggur skar líka. Ertu með Ég er á Silju. Nei, ég er á Bríett. Djók. Og við skulum sjá. Ég ætla að horfa á Bríett. Bríett er hérna beint fyrir aftan og nefn á eftir dekkinu hennar. Hún er að taka fram úr henni. Já. Bríett er að taka þetta og Bríett ætlar að klára þetta. Silja. Ríkala vel gert og Silja í öðru, Hafdís í þriðja. Þetta var ótrúlega spennandi. Það var miklu meira spennandi heldur en byggust við. Já. Og hérna, ótrúlega kraftur í Bríett, hún fór í 11 vött per kíló, sá ég þarna í endarsprettinum. Já. Þannig að þetta var geggjað. Nú þarf ég að finna, fara hérna, ég fann Sóley, hún er á 400 metrar eftir. Og Björg er nú búin að taka ansi vel af tímanum þó hún sé ekki búin að ná henni. Vélinin er komin niður í 40 sekúndur. Það var 1,5 mínúta áðan ef ég mann rétt. En Sóley missir þetta ekki úr þessu. Nei, er ekki komið bara það langt bil á allara, það er raun og verið hægt að slá inn? Jó, við getum eiginlega sko slegið inn því ekki er að fara að springa á hjólinu. Nei. En hérna... Erum við að sjá sömu röð og, já, við erum bara að sjá sömu röð í B-kvenna eins og við sáum. Já. Síðast Valgerður er þarna fremst af þeim, svo já. Silja, svo Guðrún. Já, og svo kemur Natalja nýinn. Já. En ég vil þakka hérna þessum 3 ofurkonum hérna áðan fyrir, þetta var
ótrúlega spennandi. Þetta var mjög spennandi sprettur. Þetta sennilega einn mest spennandi sprettur sem við fengið síðan við byrjum að vera með útsendingar á þessum. Það hafa alveg komið endarsprettir en ekki svona hjá þremur í fyrsta sætið, ég man ekki eftir því allana. Nei, þetta var mjög flottur sprettur, mjög skemmtileg endalok á keppni. Nú bara press á strákana, þeir verið með eins spennandi og skemmtilega keppni, sko. Já. Sóley komin í mark. Ok. Þannig ég ætla að henda mig Ég komin á Silju Rúnars, fylgjast með henni. Þú ert væntanlega á Valgerður bara rétt og komin í mark og þá fyrst í B. Já, hún væntanlega hún bara einhverja 200 metra eftir. Jú. Og Silja á 600 metra eftir. Og Björg þá væntanlega að koma í mark núna, ég glimti því og fylgja henni í mark. Og kemur þá inn í 4. sætinu. Nei, 5. sætinu fyrir ekki. Jú. 5. sæti, svo ég hafi þetta rétt. Og Valgerður bara ekkert langt eftir henni. Nei. Og hún kemur í mark núna og þá Silja eftir. Mér sýnist við náum að fylgja öllum í mark. Já. Með við tíman. Þannig að það var ekki eins spennandi keppni í B-keppninni. Nei, hún var skemmtileg. Síðast hvað þær héldu vel í A í síðustu keppni. Já, þessi náttúrulega braut var meira krefjandi þannig að það reyndi meira á. Þannig að nú sjáum við Silju vera að koma í mark. Kíkja eins á hann og Guðrún hvort hún sjáu, nei hún sér ekki hana. Ég sé að Natalía bara að gefa í núna. Já, vel gert. Það bara að taka á því. Það náttúrulega líka maður, þetta náttúrulega líka ákveðir einslega eins og segjum þegar þú ert að byrja í þessu Swift-keppnum að því við byrjum á rosalega háu efforti, þannig að hafa við aldrei prófað þetta áður, þá það örugglega eitthvað sem kemur fólki óvart þegar það taka þátt í þessu fyrsta skipti. Já. Hvað hátt tempo í bara fyrstu 500 metrana. Já, bara þegar leið og búið að opna rásmarkið. Já, þá það bara keyrt allt á fullt. Já. En ekki bara Silja komin. Já, ekki bara Guðrún að skila sér í mark. Guðrún skila sér í mark. Og svo Natalía rétt eftir. Já, gaman að segja samt frá því að Natalía búin að minnka forskatu mínútu. Bara núna á mjög skömmum tíma, sko. Þannig að ég ekki að gera á fyrir hún náinni en hún var 4 mínútu eftir náðan. Hún komin í 3:24, þannig að hún að taka vel á því í lokin. Eins og ég sagði, hún mikill nagli. Hún kemur úr þríþrautinni en hefur mestmegnis verið að hjóla í gravel. Já. Og ég held hún hafa unnið grefilinn allavega í hittifyrra ef ég man rétt. Já. Í sínum aldursflokki. Ég skipta hans yfir á Natalíu. Guðrún að renna í markið. Ok. Já, Natalía að setja PP núna í brekkunum. Hún á eftir síðustu brekkuna. Já. Natalía. Ok. Hún að fara niður núna. Já. Og á hann eftir þessa síðustu. En þá spyrir hvort að við færum okkur yfir á annan skjá á meðan þú ferð út úr þessu íventi þarna og ferð yfir í rétt ívent, kalla íventi þannig að sért mættur. Ég mættur á ráslínu þar líka. Já, en við erum búin að taka saman stíginn þá fyrir eftir aðra bikarkeppni og það Bríett sem að leiðir þar með fullt hús stiga. Hún með var í fyrsta sæti síðast og líka núna. Silja kemur á eftir með 80 stig
þar á eftir Sóley með 58 og Hafdís með 50. Nei, ekki 50. Nei, hún á ekki að vera með 50. Hún á að vera með 30. 32 ekki? Jú, þá þetta vitlaust hjá mér. Svona, já. Svona. Dimitri mættir í rétta keppni núna og skulum til hamingju með það. Herðu, og sama með Valgerði, hún með fullt hús stiga, Silja Rúnars á eftir henni og Guðrún Valdís. Þannig að það er spurning hvort að stelpurnar sem eru þarna í fyrsta sætanum með fullt hús stiga, hvort að þær klári síðustu bikarkeppnina. Já. Líka í fyrsta sæti með fullt hús stiga. Herðu, þá ætlum við að fara yfir í karlakeppnina. Það er gaman að segja frá því að því við erum með þessa bikarkeppni að það eru það verður mjög erfitt að ná þeim. Það er bara Silja sem getur náð Bríet. Já, Siljurnar eru þarna báðar í... Já, í aðstöðu til þess að skáka svo lengi sem að taki þátt í keppninni allavega. Já. Þú veist, ef það ná, fyrsta sæti, fyrsta öðru sæti og hinnar, fær lenda aftar. Já, þá gæti það tekist en það er ekki nóg bara að vinna og þær lendi í öðru. Nei. Þannig að, herðu, karlakeppnin. Karlakeppnin. Það er sama braut, en kannski ykkur sem hafa verið að bætast við útsendinguna. Hafa verið að kveikja á núna. Já, kannski bara förum aftur yfir þetta. Að þá keppandalistin okkar, við erum með 8 í elít. Og Vilberg Helgason var í B síðast og hann óskaði eftir að færa sig upp í A. Það er vel gert. Hann náttúrulega tekur ekki stigin með sér. Nei. Hann vann B síðast. Hann tekur ekki stigin með sér upp núna. Og svo erum við með 12. Já, við erum 12 stráka í B-flokknum. Já. Þannig að það verður áhugavert að horfa á hann. Já. Og við erum með, þar náttúrulega hann hvað heitir hann? Martin. Já, ég var að lesa þarna svo langt í byrti, ég sá ekki neitt. Hann var náttúrulega í öðru seti síðast, þannig að ef við myndum svona gíska hans í sigurstranglegastur núna, ef við náttúrulega vitum ekkert það er svo margir nýjir í B-flokknum. Já. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvort það komi margir sterkir þar inn. Já, sko við vorum síðasta keppni í A kom okkur virkilega á óvart af því að sko Þorbergur Toppi, hlaupari, hann vann þetta. Svo var Hannes sem kom bara einn sem valkar. Já, sem yngi veit hver er. Já, en hann komin yfir í tind núna af því að þú verður að vera sérst í samkvæmt reglum í bikarkeppni þarf að vera í félagi til að taka þátt. Já. Við höfum ekki, sérstaklega ekki í B-flokki, höfum við ekki verið að hnýta það af því að við viljum bara fá fleiri með. En við gerum aftur á móti kröfum það í A. Yes. Þannig að hafa pikkað í hann Hannes og hann biður að skrá sig í félag. Herðu. Það gert. Og þannig að þú veist... En hann kom náttúrulega rosalega óvart, þessi algjörlega óþekkt nafn og skráði sig í elít og varði í öðru seti. Já, og við komumst að því að hann vinnur á KPMG, skrifstofamaður, utanvegarhlaupari, rekkaði hans í hnið og ákvað þá að fara að hjóla. Já. Og þetta var niðurstaðan. En síðan Kitty var nýkomin heim að utan. Já, hann var valla lentur. Við vorum líka að hugsa þegar hann var að keppa síðast hvort hann væri að taka þetta á Swift úti. Já, bara út af svölum. Út af svölum, sem var ekki þá. Þannig að við sjáum hvort að hann komi sterkari núna til leiks heldur síðast. Já. Síðan í fjórðasæti var Jóhann Almar. Hann líka tiltölulega nýbyrjar að hjóla því að ég sá að hann gekk í tind bara síðasta sumar. Já. Og ég hafði samband við hann og hann byrjaði bara að hjóla síðasta sumar. Ok. Og svo þetta gamall strákur, svo ég spyr í náttúrulega? Hann í háskóla. Ok. Þannig að hann svona, það ekki svona merkjum að sé svona... Hann komin yfir tvítugt? Hann komin yfir tvítugt, hann á, þú veist, early 30s. Já. Snemma, fyrirparturinn á 30-aldrinum. Svo það Maxson. Við hefum nú séð hann í fleiri keppnum núna síðustu árin. Stefán Helgi, hann var með okkur, ætlar að vera með okkur aftur núna, minni mig. Stefán Helgi ætlar að vera með núna. Og svo Guðfinnur. Já, hann var ekki síðast, ég saknaði hann sem síðast. Já,
En sko þá náttúrulega breytist líka staða núna í B-keppninni af því að nú Vilberg, hann fór upp í A og Martin var í öðru sæti og Henning var í 3. og Rögnvaldur í 4. að þá eru raun og veru þessi 50 stig sem eru þarna. Bara horfin, náttúrulega. Já, þeir bara dottin út sko. Já. Nema Vilberg fyrir aftur niður en ég veit ekki hvort mótstjórn myndi samþykja það. Ég veit ekki hvað reglun eru, ég ætla ekki... Sko í bikarkeppni það mátti ekki flakka á milli flokka. Nei. En þú veist, til þess að telja til stiga. En svo náttúrulega eru menn líka bara að hafa mjög gaman af þessu. Já, þessar keppni er náttúrulega fyrst og fremst til þess að hafa gaman. Já, vera með læti. Já. En aðeins yfir í brautina. Brautin 3 hringir, 9,2 km hringurinn með 0,2 km í lítinn. Þannig að þeir byrja að hjóla þessa 0,3 og svo endurtekning á þessari braut sem 9,2. Það eru þarna 2 skilgreindar brekkur, það eru í raun og veru 3 í hverjum hring og eins og þetta spilaðist áðan að þá hélst þarna þéttur hópur og endaði mjög góðum endaspretti. Já, við fengum endasprett í brekkubraut en ekki endasprett í flatirbraut. Já. Þannig að við erum ekki mjög góðir spámenn hrönn. Nei. Þannig að ég þori voða lítið að spá hvað gerist núna en ég held að þetta verði mjög áhugaverð keppni. Já. Þannig að verður mjög áhugavert að sjá hvað gerist. Hvort að menn ætla að nota þessa brekkur til þess að vera með einhver læti. Og einmitt hvort að verði svona eins og síðast að þú veist, við vorum lengi vel ekki að sjá munina A og B í braut. Nei, það var bara lengi munur. Þeir voru þarna alveg 3 eða 4 úr B-flokknum sem voru að halda sér í A-hóp, ef ég man rétt. Þannig að og voru eiginlega bara allir sem voru að haldast í hóp til þess fyrstu kílómetrana í síðast. Já. Og það gæti alveg gerst núna því að brautin býður alveg upp á það, sko. Þangað til brekkan kemur sem þarna eftir einhverja hvað var búin að reikna 3 kílómetra. Það sem þegar fyrsta brekkan kemur. Toppi og Steppi, við vorum að fá hérna myndur skúr. Já, á norðan heiðum. Já. Norðan heiða, segi ég. Þannig að þeir ætla að þjást saman, sem gott. En við erum þá mæntalega með núna ráðslínu eitthvað kringu 20 keppendur tæplega. Ég og Tómas erum þarna inni. Og þá eru byrjar. Nú þarf maður að vera, ég veit ekki hvernig ég fór á. Nei, þetta bara... Við sjáum sko, eins og voru að tala byrjununa, þeir eru að byrja í 8-9 vöttum per kíló. Já, þú ert þarna á einhverjum sem framalega. Já, einhverjum Úlfars. Já, ég vil fyrir henni á Dimdri, Úlfars Henning. Já, ég ætla að henda mér á bara Kitta. Byrjum þar, við sjáum að þetta alveg, en við sjáum að það byrjaði á miklum krafti en síðan svona farið á aðeins minni kraft, það er ekki slakað á. Og það er örugglega ykkur hérna sem hafa setið eftir í byrjun sem eru ekki vanir keppendur og við sjáum að það eru ykkur 3 sem verða eftir. Já, ég sé að Búi hérna fyrir aftan og Eysteinn. Já. Ég sé bara í rassin á þeim. Andri hérna sem var líka síðast hjá Blikum. Hann sagði mér að hann hefði fengið nýtt FTP eftir síðustu keppni. Já, geggja. Þannig að það tekið vel á því. Hann getur alveg verið með hávött, þannig að hérna hann að halda sig hérna í hópnu núna sem bara hrikalega vel gert hjá honum. Minna keppnistjóra á að halda sig fyrir aftan peloton. Já, ekki hérna, hann þarf að halda aftur á sér. Já. Hann ekki að taka lít. Ég sé ekki hvað þetta stór hópur en þetta ansi stór hópur. Það eru, maður sjá hvað þetta eru 16, þetta eru 17 manns í pelotoni. 16. Það eru 3 sem urðu eftir. Þannig að þetta alvöru peloton og bara nákvæmlega sem gerir síðast. Já. Nefnum bara það stærra. Við sjáum hann að mennur strax byrjar að nota power-upin.
svo gaman við þessa samsetningu að hérna það eru svo alls konar hjólarar og alls konar, að þú veist, skilur, það er ekki bara usual suspect. Nei, einmitt. Og þetta hérna, ég segi, bara ótrúlega byrja bara Mjög þétt. með hérna, byrja með látum en bara hrikalega vel gert hjá öllum þessum sem náðu að halda sig í þessum hóp því að þetta voru alveg þvílík átök í byrjun, sko. Já. En ég ætla nú að spá því að þessi hópur muni tvístast ansi hratt í fyrstu brekkunni. Já, ég held það líka. Ég held að hann verði mjög fljótt hérna búið að brjóta hann upp, sko. Já. Svo af því að þetta er svo margir í hópa, það er svo erfitt að hérna reyna að halda sig á fremstamanni eða aftast að það er svo örskipting. Já, og menn náttúrulega er aðeins svona að prófa sig og fara aðeins, taka aðeins á því. Já, það er aðeins byrja að gefa í hérna, aðeins byrja að rykkja. Já, sem er nauðsynlegt, það þarf aðeins að rykkja. Já. Það þarf að hafa þetta aðeins skemmtilegt. Og við sjáum sko gaman að segja frá því að þá voru stelpunar að keyra á hærri vöttum per kíló. Já, á þessum kafla. Á þessum kafla heldur en strákarnir að gera. En það kannski en síðan segir strákarnir voru kannski að horfa á stelpunar, gerir ég ráð fyrir allan einhverjir, og kannski voru að skoða þá hvaða taktík þær voru að nota og svona skoða brautina líka út frá því hvernig þær voru að tækla þetta. Nú voru það komnar á flatakaflan sem er svona cirka kílómetr. Og þá sést að ég var svolítið að bylla á hann, það eru komin ég sagði að það væri 3 kílómetri í brekkuna, það eru komin 3 kílómetri núna og það er kílómetri í brekkuna, þannig að hún er 4. En þeir eru allir að haldast í hóp sem náðu að halda í hópin. Já. Sýnist þér nema hann Stefán er aðeins, hann búinn að dragast aðeins eftir núna. Já. Já, Stefán Helgi. Já. Já. Og hérna, og dómarinn er komin í straff. Nei, hann er hann ennþá. Keppnisstjóri. Keppnisstjórinn er hann ennþá. Við erum nú líka með hjólandi dómara í þessari keppni. Já. Gaman að segja frá því. Við erum sérst með hjólandi dómara og keppnisstjóra. Ég er svona að hugsa hvert hlutverk hjólandi dómara sem segir. Er hann að passa menn sér að halda línu? Já. Segir kannski, þarna er einhver að taka rás. Er það Guffi? Nei. Hver er þetta sem er þarna fremstur? Ómar. Það er Ómar frá Hjólreiðafélag Akureyrar. Var hann ekki með síðast líka? Eða er hann? Hann er hættur að taka rás. Ómar er, hann var með síðast. Ég er ánað með svona þegar menn aðeins að Það er ekki þetta. Aðeins að prófa hvernig fætinur eru og aðeins að rugga bátnum. Já. Nú eru þeir að nálgast brekkuna svona cirka 100-200 metrar í fyrstu brekkuna og þá munum við sjá hópin væntanlega tvistrast í nokkra hópa gerir ég ráð fyrir. En endilega manað að reyna að halda í að B-görinn haldi í A-görinn hana. Hafa þetta sem stæðst peloton sem lengst. Og nú sjáum við, nú ætti brekkan að koma á skjáinn. Rétt bráðum, ekki alveg strax. Það er einhver hann að taka, það er Toppi tekinn á stað, hann notar power up og er að keyra að brekkunni. Við sjáum að þeir eru að detta í brekkunni og Toppi hann ætla bara að keyra á þetta strax. En hann stakk af síðast. Hann stakk af síðast, þannig ég er ekki viss um að menn ætla að leyfa honum
að fara eitthvað langt fram úr sér í dag ef þeir hafa Pétur að leggja staðna, Mart Guðmundur. Já, nú náttúrulega byrjar á þessum brattari kafla þarna og eins og sáum áðan þá þessi brekka, hún hallin 6% en hún fer upp í held í 11% mest. Já, á mjög stuttum tíma. Já. En þetta að haldast þarna samt, sjáum, hún svona alveg rauð sem segir til hún tekur á. Þetta ekki brekka sem að getur, þetta svona 110% brekka, maður getur aldrei hjólan undir 110%. Nei. Fyrir að vita hvað það er. Bara á því. Þú þarft aldrei að taka á því. Stefán lendi í vesinni, það var Bluetooth sambandsleysi og hann hættur. Ok. Það vesin þegar tæknin að Já, sjáum við minnst ekki áðan þessar brekkur, þetta svona cobblestones. Já. Fyrir það sem vita hvað það þannig að ég held að sé nú fegnir að þessi hjóliti í tölvunni en ekki á Swift heldur en í raunveruleikunum. Dreymir einhvern að hjóla þetta í 10% halla? Örglega einhvern. Hann samt, hann aðeins byrja að slíta núna hópurinn og sjáum að Tobbi, Guffi og Jóhann eru komnir með smá forskot. Já. Sekundu á næstu menn. Kitti eins og 6 sekundum eftir þeim. Sko, við erum að sjá Jóhann, Tobba og Hannes aftur Já. Mjög ofalega. Guffi var ekki með síðast, en Guffi sterkur hjólari. Og Kitti rétt á eftir. Já, var Guffi ekki úti í síðustu viku? Þetta ekki, fekk ekki ferð að blanda þess. Ég held ég hafi séð það á einhverjum samfélagsmiðlum, ég aðalega njóst fólk á samfélagsmiðlum. Mér minnir að ég hafi séð að hann hafi verið að hjólagstar úti í síðustu viku. Þess vegna ekki verið með. Gæti verið síðan ljúga, en ég ætla að halda mig samt við það að einhvern annar kemur. Við erum að báður að hanga á honum Jóhanni. Já. Ég er búin að færa mig. Ok. Ég ætla að fara þess á hann Kitta. Martin rétt á eftir pelotoninu. Rétt á eftir, það mínúta. Sekunda. Okay. Já, ekki mínúti, ég ætla mínúti. Nei. Eitthvað að taka rás? Nei, ég er bara Kitti semst 5 sekundum eftir. Martin að ná seinni hlutunum. Nú erum við komin í hinabrekkuna sem bara stutt en brött. Og hún rétt 300 metrar, 10% meðalhalli og þeir eru hjóla núna í 11%. Og það spurning, mér sýnist Guffi, Jóhann og Vilberg. Já, svo Martin rétt á eftir þeim. Martin rétt á eftir þeim. Og Tobbi náttúrulega líka, var hann ekki líka, eða hvað? Jú, hann hana. Þannig að ég ætla að hoppa af Kitta og yfir á bara Hannes Þannig að hópurinn búinn að tvístra stolti mikið og við þurfum eiginlega smá tíma bara til þess að skoða þetta eins hvernig staðan Þeir eru 4 saman, Jóhann, Tobbi, Guffi og Hannes. Já. Með 5 sekundur á næsta hóp. Já, Martin og Vilberg. Já. Hann eftir, síðan Pétur og svo hann Ómar held ég. En hvert fór Kitti? Kitti bara 40 sekundum á eftir. Já, hann hættur að hjóla. Okay. Hann farin að tökka samt. Hann þekkti fyrir það að tökka niður brekkur. Þetta myndi dómarinn stoppa hann í keppni, þetta ólulegt. Já. Það leggjast alveg niður á stöngina. En ef þú kíkir aftur fyrir í peloton, ekki eitthvað stærra peloton fyrir aftan eða? Mér sýnist að það séu flestir þar bara að hjóla sóló. Þetta bara, já. En þeir eru Ómar og hann Guðmundur Stefán voru að taka fram úr Kitta. Já. Ég sé að Pétur að reyna að hafa samskipti. Já. Við þá sem eru í kringum hann að grúpa sér saman. Já.
sem er náttúrulega bara mjög sterkt Það er með þess að reyna að ná að hérna bæinn sko. Já, eins og við kannski margótt komum inn á, þá náttúrulega mun auðveldar að hjóla í hóp heldur en að vera sóló, líka á Swift. Já. En nú erum við að detta í, þeir eru byrjaðar hérna fremsti hópurinn, ég ætla að skipta aðeins yfir og sjáum að Toppi er orðið fremstur hérna í síðustu brekkunni í hringnum. Já. Við náttúrulega koma aftur inn á það að þeir eru hjóla sem þrisvar þennan hring. Þegar þeir eru komin 9,4 kílómetra, þá eru búinir með 1 hring. Já. Og þetta er Guffi þarna sem er að taka fram úr Toppa. Og þeir eru eins og að ná smá forskoti þarna 3. Er þetta ekki hérna, hann Jóhann Almar og Toppi og Guffi eru komnir með 2 sekundur á hópin sem er fyrir aftan, sem er þá Hannes, Já. Vilberg og... Já, bara Hannes og Vilberg. Já, bara Hannes og Vilberg. Já, Martin er dottin aðeins afturfúr og er þarna með Pétri og Henning og... RHFA. Er það Rökkvaldur? Já. Þar sem að þeir hérna voru að grúpa sér saman og ætla að keyra inn. Og þeir eru allir í... Nei, Pétur er í A-flokki en hinnir eru í B, ef ég man rétt. Já, Henning er í B. Og Rökkvaldur líka. Já. En allt fremra pelotonið er A. Já. Og þetta er bara sama að gerist hjá stelpunum og það voru 3 sem komust, sem skildu sig frá hinnum. Og það er bara virðist vera að gerast hér líka að þessi 3 eru komnir með 4 sekundur í forskot á hinna hérna upp þessa síðustu brekku og eru semst að klára fyrsta hring núna akkurat núna. Já. Og hinnir eru 3 sekundum á eftir, semst Hannes og hann Vilberg. Og það er spurning hvort að þeir náu þeim, að þeir nú eru að fara niður brekkuna. Ja, það er ekki alveg strax, þeir eru fyrst smá flati áður en fara niður stóru brekkuna. Síðustu menn eru ekki komnir að síðustu brekkunni. Þannig að það er alveg, við erum að sjá hérna alveg 2. Hannes er búinn að ná þeim. Hannes er búinn að ná þeim? Já. Og Vilberg er að koma þarna líka. Þannig að þeir eru búin að grúpa saman, þeir eru orðið 5 aftur. Ok. Þannig að þetta stefnir líka í spennandi keppni í kallaflokkinum. En nú eru líka bara áhört að sjá hvort að menn ætli að reyna að stinga eitthvað af eða hvað þeir ætla að gera eða hvort þeir ætla að gera bara þessu stelpunar að taka þetta bara á endarspretti. Já, þetta var hérna, ég efast að hafi nú verið störukeppni hjá þeim þarna áðan, en það voru engin læti í brekkunum. Þannig þetta var bara þétt. Já. Maður sá engar rykkingar. Nei, það var engin að reyna það er kannski reyndu svona að stíga bara þétt á þetta. Já. En einhvern veginn ekki að taka svona break. Nei. Sko, mér sýnist grúppan þarna fyrir aftan sem að Pétur og Henning eru og Martin að þeir eru ekki að vinna sér inn tíma. Nei, þeir eru forskoti er bara raunin að auka sýnist mér. Já. En þeir eru hérna 4 saman. Já. Pétur komin eitthvað aðeins undan þeim. En það líka er alveg eðlilegt að hinnir séu ekkert endilega pína sig of mikið til þess að ná fremst hóp því þeir eru ekki að keppa við þá. Já. Þannig að Pétur er svona líður fyrir það að vera einn eftir hérna í A-flokknum og hann þarf þá að vinna en hinnir þurfa ekki að vinna. Viltu nokkuð meina að Vilberg hafi nú ekki verið í B síðast? Það er nú bara að fá þetta staðfest þannig að við séum þá með rétta talningu á stigum. Jú, hann er skráður hérna í B-flokk. Ok. Þannig að það er rétt. Þannig að þetta eru 5
gaurar hérna í fremsta hóp. Ég gleymdi nú að tjekka á tímanum, ég sýndist bara að vera svipum tíma á stelpunar með fyrsta hringin. Þær voru eitthvað kringu 15 mínútur. Já. Og mér sýnist bara að þeir hafi verið á Fremstu stelpur, það Já. er rétt. Sem sýnir, eins og ég var að tala um áðan, ég sagði það áðan að þær hefur verið að halda hærri vöttum per kíló. Það jafnaði svona þannig í byrjun. Já. Og og með að vöttin sem þeir eru að skila núna, þá voru þær ennþá að gera það. Þær voru svona bara svona að hvetja strákana til þess að keyra aðeins betur á þetta. Ég er á toppa. Ok. Hér er hérna á Vilberg. Ég sé að Pétur er hérna fyrir aftan og er... Ég er að fá hérna spurningu frá Ingvari. Hann er að spyrja hver er Hannes? Hver er Hannes? Þú ert bara að byrja að horfa fyrr, Ingvar. Já, við hérna sögðum frá Hannesi áðan. Hannes hérna vinnur hjá KPMG og er utanvegarhlaupari og ákvaði að byrja að hjóla. Og var með hérna í síðustu keppni og síðan hafði Hallgrímur athugasemd við þetta og sagði að hann hafði nú líka haft áhrif á að Hannes byrjaði að hjóla og líka Bríett af því að hún var að vinna með honum þegar hún byrjaði í váinu. Þannig að það er víst farsælt að vinna með Hallgrímu og byrja að hjóla. Já, hann vil endilega að þessi koma. Heyrðu, þannig er nokkað að gerast. Já. Það er eitthvað að taka af rás, það er toppi. Já. Sýnist mér ekki, sem er þarna, nei, þetta er Guffi. Þetta er Guffi. Þetta er Guffi sem er að keyra upp hraðan og hérna þeir eru hérna á flatakaflunum. Já, Hannes er þarna aftastur í röðinni. Þannig að Guffi ætlar að keyra aðeins á þetta. Hann hefur heyrt í okkur að stelpunar hafi nú verið svolítið hraðar en þeir. Hann er komið með mínútu. Eru nú verið að vera fljótir að grúpa sig saman. Ekki gefa hann mínútu alveg strax. Mínútu, sekundu. Ok. Jesus. En ég er ánægð með hérna afmælisbróðinu, gaman að segja frá því að ég og Guffi erum fættir sama dag, sama ár. Já. Já, þannig að við erum nákvæmlega gamlir. Við erum kannski einhverjum mínútum, klukkutímum á okkur. Hann er svolítið betra form en þú. Ertu ekki með þetta vesen? Hann hefur alltaf verið í betra formi en ég. Við vorum saman í bootcamp áður og byrjum að hjóla báðir. Þannig að ég á ekki sjans í það. Hann er eitthvað ofumenni. Þannig að já. Það verðist alveg sama hvað kom fyrir hann. Hann er alltaf komin upp á hjóli strax. Já, ótrúlega duglegur og segur í þessu. Herru, þetta... Var það ekkert úr þessu? Það var ekkert úr þessu, hann var örugglega bara aðeins að prófa þá. Já. Mér sýnist hann Toppi vera aðeins að auka. Hann er aðeins að keyra upp hraðan. Bara alltaf vel, sýnist mér núna. Já. Svona með vöttin og... Þannig að það endur líka þeir eru að... Já, Jóhann líka. Hann er líka mjög duglegur að búa til læti. En Toppi gerir þetta líka áðan. Hann keyrði aðeins upp hraðan áður en kom á brekkunni. Já. Svo jafnast þetta út og þeir eru að komnir í brekkunni núna. Og nú er að sjá, síðast líka þegar við vorum að horfa á stelpunum þá sprakk rauninu Sóley í þessari brekku, þessum hring. Þessum hring. Já. Og það er Toppi sem er aðeins að gefa í. Hann er aðeins að svona áðins að vera að rykkja mikið, þá er hann svona bara að auka hraðan jafnt og þétt. En Jóhann er að fylgja honum strax á eftir. Já. Ég er komin á Jóhann. Með mitt. Guffi er hérna líka. Já. Og Hannes er líka bara að halda í þann, þannig að þeir hleyptu honum ekkert í burtu. Þeir ætla ekki að hleypa hann í burtu eins og síðast. Þá eru þeir byrjað að nota fjöður, power-ups. Já, Toppi komið að fjöður. Þetta fyrir 18 þarna, þú veist, á smá kabla. Já, í beinu. Ekki kabla, þú veist, þarna í nokkra metra. Já. Þeir eru alveg að halda samt ágætis hraðan upp, eins og þetta eru cobblestones og forriti gerir alveg svona ráð fyrir því líka að hjóla. Þó finnir það ekki fyrir hjólinu, þá er það samt... Það telur það inn. Það telur það inn. Já. Og ég er að fylgjast með Guffa. Þeir eru allir hérna bara, Hannes er aðeins að dragast aftur úr. Já. Örlítið, hann er komin 2 sekúndum eftir Guffa.
og Guffi að ná toppa þarna. Þannig að við skulum sjá, þetta gerist eins og ég segi líka á stelpunum áðan. Þegar Hannes komin 10. Heyrðu, Hannes komin bara, já, hann 12 sekúndur eftir. Mér finnst það samt svo ólíklegt þegar við sjáum hann ennþá. Virðist ekki vera... Það virðist ekki vera alveg rétt hérna tíminn í tölvunni, af því að við sjáum líka að Jóhannes Vilberg sagði 3 sekúndur eftir en hann samt í pelotoninu. Nei, hann ekki í pelotoninu. Nú? Nei, hann hérna rétt fyrir aftan. Hverjir eru þarna? Þetta Jóhann fyrir ekki? Já, þetta Jóhann. Já, það Vilberg hérna aðeins fyrir aftan, sko. Já, þá passar þetta alveg. Þannig þá hefur Hannes sprungið þannig í brekkunni. Já. Bara nákvæmlega saman stað og Sóley gerði hjá stelpunum. Og þeir eru byrjar að keyra hérna niður brekkuna og eru síðan að fara upp stuttu bröttu brekkuna núna. Já, þeir eru byrjaðir í henni og þá sjá hvort að þeir haldi áfram fyrir hópinn og hvort að hann Vilberg nái þeim. Sjáum hins vegar að Toppi tekur á rás og hann er að skilja eftir. Toppi að aðeins að testa á, við sjáum á Jóhann þarna að reyna að fylgja honum og Guffi líka. Toppi komið með sekúndu á þá. Sjáum hann hérna, hann nær ekki að, hann var að testa þá, hann Toppi. Já. En náði ekki fórskoti. Síðan spurning, sko, heldur Toppi þá út að þreyta þú svona? Það alveg spurning. Hann að keyra þetta, þannig að taka þetta svona dálítið eins og intervall, æfingu og keyra þetta upp. Og að tala um að vitni kannski í Haffa að tala um að brenna eldspýtunar. Já. Og og þetta fer bara að vera spurning núna hver á mest eftir því það alveg búið að taka á því upp brekkunar að því tölum að stelpunar hefðu ekki verið að rykkja. Strákana hafa alveg verið að rykkja aðeins í brekkunum. Já, mitt. Við sjáum til dæmis núna að þessi 3 eru komið með svona tiltölulega afgerandi forskot á Vilberg. Og Hannes komin hálfri mínútu eftir þeim. Já, hann bara komin tölvört fyrir aftan. Þá spurning, að því að Hannes að greinilega sprungið aðeins, hvort að Pétur geti gefið í núna, eins og við sáum reyndar áðan að Björg var alltaf að saxa þó hún hafi ekki náð Sóley. Já. Og við sáum líka til dæmis bara eins og Natalíu því að hún tók að rásatnaði þó að hún hafi verið hann í aftast að hún á að saxa forskotið einhverja 40 sekúndur bara á... Bara ekki hætta. Já, þannig að þetta snýst bara að ekki gefast upp, sko, þó að því eins og ég, ef maður bonkar eins og góðu vinur minn Fannar Gísla sagði, þá rosalega erfitt að komast upp úr því. Hér eitthvað smá læti í brekkunni fyrir aftan, þetta B-hópurinn, hérna fá að gera leiðréttingu, Vilberg var í öðru sæti síðast. Það var Martin sem var... Það var Martin vann þetta. Já, ok. Þannig að Martin með 50 stig. Það eru bara þessi 40 stig sem dett út. Og í B-pelotoninu, þar erum við með þá einmitt þessa stráka eins og Martin, Henning og Röggvald, þeir eru þarna allir saman og þetta verður hörku keppni. Þetta getur orðið að einhverjum spretti ef þeir halda hópinni svo stelpunna gera þann. Já, það er meiri spenna í B-flokknum strákunum heldur en stelpunum áðan því að þær voru, hann tvístrast mjög fljótt, sko. Já, hann var út allt, en þær voru bara 4. Já. En sko stigakeppnin í B þá bara, hún mjög opin. Allan í þessum topp 4 eða 3. Við sjáum að Vilberg að halda forskotinu svona aðeins, það komið upp í 15 sekúndur en Hannes að síðast alltaf meira og meira aftur úr. Já. Hann reyndar alveg að halda ágætis svöttum þannig að hann ekki alveg búinn. Ok. Og Pétur ekki að ná að saxa forskotið á Hannes sýnist mér. Nei. Í augnablikinu allavega. En sko, já, það
spurning hvað, þeir eru fyrir aftan Rögnvaldur, Martin og Henning, þeir eru að hjóla 3 saman og þeir eru í topp 3 í B. Já, ok. Þannig að þetta verður mjög spennandi að fylgjast með þessu. Já. Jóhann var í 4. sæti síðast. Já. Og hann núna í þessum hóp, ég ekki að fara rétt með, ég var að rögna honum, jú. Já, hann ennþá þarna í 3 fremstu í A. Já, með Guffa og honum Dobba. Ok. Og Guffi var náttúrulega ekki með síðast. Þeir eru að klára þá hring nummer 2 núna. Ég var orðinn svo ruglaður á hann, ég var alveg býttir fyrsta eða öðru hring. Þóra ekki að segja það, en þeir eru svona að klára hring nummer 2. Ok. Og eiga þá 1 hring eftir. 9,2 kilometra, var það ekki rétt muna hjá mér? 9,2, 27,6 í heldina. Já, þannig að þeir eru að klára, voru að klára hring nummer 2 og svo bara nú að sjá hvað gerist núna. Þeir að koma að brekku? Nei, það smá í það. Þeir fá smá bríðir núna af því þeir eru að fara niður brekkuna. Ok, af því hérna ég með þá 3 fremstu í B. Já, í B-flokknum. Og Martin er rétt aðeins fyrir aftan, telst valla fyrir aftan sko. Þeir eru bara mjög þéttir, þeir eru búin að vera mjög þéttir heila allan tíman. Og það er keppni þarna aftast, fremst í B. Já, í B-flokknum. En þeir eru alls ekki aftast, alls ekki. Og það verður gaman að sjá hvort að það helst. Það eru 3 fremstir í A-flokki og það eru 3 fremstir í B-flokki. Og það er spurning hvort að þessir ná að halda hópin hérna síðasta hringin. Já. Ég segi að Kitti farin aftur á stað. Já, var hann komin í pásu, fekk sér kaffi eða? Það var eitthvað að fara að hegast á honum. Hann er kannski að fara að grilla samloku. Það gæti verið. Ég ætla að leyfa þér svolítið að fylgjast með fremstu A, ég fylgjast með fremstu B. Þeir eru bara leiðinu brekkuna. Þeir eru að koma niður brekkuna, já. Og eiga þá svona cirka kílómetr í að fara upp brekkunar. Þetta er rúmur kílómetr. Þangað til eitthvað fer að gerast. Ég held að þeir munu örugglega gera svipa á stelpunar, ekki nema ég gæti alveg trú að Toppi verið með eitthvað læti. Ok. Ef honum verður kalt. Ég veit ekki hversu kalt í skúrnum hjá þeim. Nú þeir eru búin með brekkuna Pétur og Rögnvaldur og Henning. En þeir eru geta þetta er svolítið trukkar. Já. Þeir geta þeir ná góðri ferð þegar þeir byrja. Já. Allir mjög sterkir. Þetta sterkir. Martin, Henning og Rögnvaldur ekki sem eru þarna í þessari grúppu eða hvað? Jú. Já. Martin sem þá vann síðast, þannig leiðrýttist aftur. Já. Og Rögnvaldur sem var þá í 4. sæti síðast og Henning sem var í 3. Þannig að það er þá, Stína Svilbergs fyrir annað sæti, þau eru þá eiginlega dottin út. Út. Þarna voru þeir að hringa einhvern, sýnist mér. Já. Hann Eysteinn. Og fara þær held ég bráðum að hringa búa líka. Já, þeir eru að nálgast hann. Nei, hann er þetta ekki... Eða Braga. Þetta er búi sem er hann. Er þetta ekki hjólavarpsbúi? Ég ætla að gíska á það. Búi Bjartmaður sem sér hjólavarpið. Ok. Sem ég mæli með að fólk hlusta á. Það er oft mjög skemmtileg viðtölu. Hann byrjaði með þetta í síðasta vor ef ég mann rétt. Nei,
hann byrjaði með þetta í fyrra, Heyrðu, 2023. er Tobbi og Jóhann búin að stinga hann Vilberg af? Já. En það er langt sem það gerist. Ó. Já, það gerist áðan, sko. Ok. Þannig að þeir eru hérna bara búin að vera 3 frá síðustu brekkunni. Já. Já, mér varst þess að Vilberg hafi verið með þeim að rétt aðan. Afsakið mig. Ekki flink að lýsa 2 aðstæðum í brautinni einu. Þetta tekur á, sko. Þannig að maður getur rétt ímyndið sér þuluna sem eru að lýsa Tour de France sem eru 5 tímar eða lengur. Já. En já, ég mæli með hjólavarpun að spúa. Ég ætla hérna að þess að pluggan fyrst ég er með hann, hérna fyrst hann er að keppa. Og vantanlega sjá hjólavarpið, jú, ég myndi þetta rétt. Hver er Hannes? Yngvar, voru að hækki heyrnartækjunum þínum? Þannig að senda þetta aftur, eða? Já. Þeir eru ennþá þéttir hérna. Já, og þeir eru að fara að komast að brekkunni og Tobbi hefur alltaf gefið í þegar það er svona 50 metrar í brekkuna. Ok. Þannig að spurning hvort hann gerir það aftur núna. Þeir eru að halda aðeins hærra tempo heldur en þeir gerðu í síðasta hring. Já. Og nú ættu þeir að fara að detta í hérna brekkuna. Það eru 4 og 4,4 eftir. Já. Og Jóhann gefur í. Já. Og ætlar Tobbi að svara þessu. Sem sjá hvað er gera. Sér að Guff er að gefa í líka. Ok. Og Tobbi aðeins. En Jóhann verður þá að halda þessu og hann ætlar að... Tobbi er að gefa í. Þeir eru ekkert að rykkja neitt brjálæslega mikið. Þeir eru bara að hækka þessu vöttina því þeir náttúrulega eru komin í meiri bratta. Já. En mér sýnir samt að Tobbi ætla aðeins að... Þetta hefur þetta gerst í öll skiptin að Tobbi hefur hérna... Farað aðeins á stað. Og hérna þeir á síðan náðanum. Sjáum hvort að það verður raunin líka. Hann er ekkert að trukka áfram. Hann er bara að halda... eins og þetta er náttúrulega frekar brött brekka þannig að maður er að halda frekar háu háu tempo í brekkunni eins og tölum áðan við vorum að tala um stelpunar og hvort það ættu bara eitthvað inni til þess að rykkja í brekkunni því að þeir voru að halda eins og þeir eru að halda núna 4,5 upp í 5,5 vöttum per kíló þá er það rosalega erfitt að fara eitthvað að rykkja í því álagi. Já, hvar er þetta aukalega eftir það? Hvað er nýtróið? Já. Þú veist, að við sáum, sko það var samt ótrúlegt að sjá hvað, sjá það samt sem að fara í sprett áðan eftir mjög sambarlegar aðstæður þar sem að þeir voru að halda mjög þétt í brekkunum og niðurbrekkurnar, þannig að það var hvergi slakað á. Nei. Og svo fóru þær í sprett. Já. Og voru að vatta mjög hátt í sprettinum. Þeir eru ennþá hérna mjög þéttir, 3 fremstu í B. Í B. Okay. Og það er alveg smá í hérna næstu brekku. Þannig að ég vona að við náum að hérna fylgjast með, að þú veist að við náum að skipta á milli, við erum ekki akkurat í endarspretti þegar þeir byrja síðustu brekkuna sína. Já, einmitt. Þannig að við náum að fylgjast með hvort tveggja, af því að ég held að þetta séu bæði pelotónin sem munu bjóða upp á góða skemmtun. Já, þetta verður spennandi báðum hópum. Nú eru þeir að fara niður og koma að brekku númer 2 sem er bara stutt og brött og hún er alveg vel brött. Tobbi sprengdi þáttið pelotónu þar áðan og sáum þetta Hannes og hérna Vilberg
duttu þarna útur eftir fyrstu brekkuna og aðra brekkuna. Já. Nú fara þeir upp í hana og mér sýnist Tobbi alltaf að keyra þetta aðeins. Já, og Guffi gefur líka í, en þeir eru held ég bara þeir eru að fara upp í 8 vött per kíló þarna. En þeir eru ekkert, það er enginn að ná að slíta sig frá. Nei. Sem Jóhann er að fara upp í 9 vött per kíló. Og Guffi er að halda hérna 530 vöttum. Sem er ágætt. Já, sleppur. Þeir eru komin upp og það er þeir eru ennþá 3. Þeir eru ennþá 3. Já, og þeir voru að setja hraðasta hraðasta tíma upp, allir PR upp þessa brekku núna, þannig að þeir tók allir meira á því núna heldur en áðan. Okay. Þannig að þeir voru við sámála, þeir voru aðeins að rykja en það voru allir, það var enginn sem náði að stinga af. Þannig að þetta verður bara down to the wire eins og segja. Eins og gerist hjá stelpunum. Já, þetta er mjög svipað. Já. Þetta er eiginlega bara alveg eins. Já. Og svo bara spurningum hvernig er þetta að fara að þróast þarna? Það eru 2 kílómetrar eftir, eða 1,9. Já, nú var einhver að nota fjöður á leiðinu niður sem er ekki skynsamlegt. Kannski er að bara losa sig við hana. Gæti verið, en ég hef nú viljað halda henni í brekkunni. Við getum oft líka verið með feita puta. Já, svo ég hef líka kannski með smá óráða þegar þú ert búin að vera að hjóla í 8 vött per kíló. Já. Einhver tíma. En þeir eru semst niður núna og það er mjög stuttur kafli sem er farið niður og svo er bara aftur strax upp. Okay. Í loka brekkuna sem er, ég held að við höfum verið búin að tala um að, hvað var þetta ekki, 27,4? 27,6. Það er 1,2 km eftir. Já, ég ætla aðeins að skipta henni yfir á fremsta B-hópin, þeir eru ennþá þarna saman og já, þeir eru bara að halda hópin, þeir eru bara að halda mjög þétt hópin, þannig ég ætla við ætlum að, það er svo stutt í endamarkið að ég ætla að fara yfir á. Það er kílómetr eftir og hann er allur upp í móti. Já, og við ætlum að hafa þetta hérna báða skjái, þú ert á Guffa, ég er á Tobba. Já, og Jóhann er fremstur. Já. Hann er að taka sér vindinn. Nú verður bara spennandi að sjá, ætlar einhver að rykja í brekkunni eða ætlaði bara að reyna að taka þetta í endarsprett. Og miðað hvað þeir eru að vatta hátt núna, þá er ekki mikið svigrúm til þess að vera eitthvað að rykja. Nei. Þetta er bara mjög hátt tempó keyrsla. Eins og segi, bara eiginlega nákvæmlega eins og þetta þróast í stelpunum áðan. Náttúrulega er að keyra þessa brekku, hún er alveg krefjandi, við sjáum þeir eru 7% halla. Bróðumpartinn á tímanum, þetta er svona 6-8% halli. Hvað sagði 400 metrar eftir. 400 metrar eftir. Já. 27,6. Nei, það voru 500 metrar eftir, fyrir ekki? Já. Það er 27,4 og þeir eru ennþá brekkunni. Nú er, ef einhver ætlar að rykja, þá væri það tíminn núna. Nema ætla að gera það þegar brekkan er búin. Við sjáum að Tobbi er aðeins komin undan, en það er ekki samt. Síðan er spurning sko hvort að Jóhann sé að lesa leikinn. Já, nú sjáu þeir endamarkið. Já. Og Tobbi gefur í. Tobbi ætlar að taka brettin bara strax og hann ætlar að, þannig ég ætla að skipta, er þú að Tobba? Ég fara bara á Tobba, ég er á Guffa. Ok, þannig að Tobbi er að gefa í, hann tók og rykti. Já, Guffi er að gefa. Og er með sekundu. Jóhann hefur setið eftir en Guffi á ennþá séns. Ég held að Jóhann mun ekki ná þeim. Þetta er það lítið eftir. Þetta eru 100 metrar núna. Tobbi ætlar að keyra á þetta. Ætlar Guffi að ná hann og Tobbi gefur í. Tobbi gefur meira í. Já, gefur meira í. Hann er að taka þetta. Guffi nær hann ekki þessu en það verður hann ekki langt eftir honum. Hann fór nú samt býsna snemma á stað. Já, hann fór snemma á stað og sér það hann er aðeins að gefa eftir og Guffi er að gefa meira í. Já, hann nær hann ekki. Þannig að ég skal hérna sjá Vilberg er á 500 metrar eftir, Pétur aðeins meira. Pétur er að byrja brekkunni og síðan eru þeir þarna þá væntanlega rétt á eftir núna strákarnir í B-flokknum. Þeir eru rétt á eftir Pétri.
Ok. Ég er hérna á Rögnvaldi fyrir aftan. Þeir eru, Rögnvaldur og Henning eru hérna saman, en Martin er búinn að taka aðeins fram úr. Já, ég sé að hann er komið svona 10 sekúndna forskot á þá. Já, sem að hefur þá bara gerst núna rétt að meðan við vorum að fylgjast með þessum endaspretti, af því þeir voru saman í brekkunni. Nú er sko... Ég skal skipta, ert þú á Martin eða Rögnvaldi? Ég er á Rögnvaldi. Ég sé að hérna, Vilberg er að keyra í mark og Pétur er einhverju mínúti eftir hann, þannig ég ætla að skipta þér á Martin. Hann er ekki komin í brekkuna, þannig að hann hefur náð smá forskot þarna í bröttubrekkunni, stuttu. Já, þannig að þeir eru að fara að leggja stað í þessi allra síðustu sem að er þá þannig að það er 1,7 eftir. 1,7 eftir og hann er að hjóla niður Martin og er með 10 sekúndna forskot á þá og þeir eru 2, þannig að þeir gæti alveg náð honum. Já. Og eins og segi, brekkan hann er alveg strempin, þannig að þetta er ekki búið þó að hann sé komið með þetta 10 sekúndna forskot. En Martin náttúrulega vann síðast, þannig að við höfum alltaf titlað hann sem sá sigurstranglegastan í B-flokknum. Já, en sko síðan var hérna, Henning var á undan Rögnvaldi síðast. Já. Og þeir sjá hann. Já. Rétt í hann, og nú er Martin að byrja á brekkunni og þannig að nú fyrir þetta að vera spennandi hvort er geti brúa þetta er alveg töluvert mikil tími en þetta er samt brekka og 11 sekundur í brekku geta verið mjög fljótar að vinnast upp en mér sýnist Martin eiga bara nóg inni. Já. Hann er sterkur, þeir eru reyndar allir sterkir sem eru þarna sko, já. Þessi 3. Sjá þannig að fór hann í svona brattasta partin í brekkunni, komin í 8%. Henning er að ná Rögnvaldi, er aðeins að fara fram úr honum. Já, þeir eru svona ennþá með sama tíman en Martin er að auka forskotið. Hann er komin upp í 20 sekúndur, þannig að Martin er að fara að taka þetta. Hann er að fara að taka þetta. Þannig að það er nokkuð ljóst. Þú skal halda þig áfram þarna á þeim félagunum. Já. Því það verður klárlega endaspyrtu þar, sýnist mér. Já. Þó að sé aðeins, Rögnvaldi er aðeins að... En Martin er klárlega að klára þetta og verði þá með fullt úr stiga eins og Toppi og Bríett og Valgerður. Nú á Martin bara 300 metrar eftir í markið, hann sér markið þannig að hann ætti að klára þetta létt og löðumannlega. Þannig ég ætla að fara þá bara strax á hvorum ert þú? Ég er á Rögnvaldi. Ok, þá ætla ég að fara á hann Henning. Núna þegar Martin skila sér í markið. Hörru, það er endasprettur. Já. Ég get ekki, ég veit ekki hvor það er. Nei, ég þekki þess að stráka ekki nógu mikið til þess að geta spáð fyrir hvað tekur það, en við náttúrulega vitum það að það var Henning sem vann síðast, sem var flatabrautin. Já, hann var undan Rögnvaldi. Já. Nú er ég bara með einhver loftmynd þarna. Það er verið núna svona kött í mús, en nú greinilega gefur Rögnvaldur í hann að setja trukkin á þetta. Ok. Hann leggur á stað. Allar Henning með. Allar Henning að... Nei. Hann verður þá að gera það núna. Já. En mér sýnist hann ekki að gera það. Hann leggur ekki stað. Nei. Hann átti örugglega bara ekki þá inni í fyrir endarsprautinum. Þetta var mjög vel gert. Að halda þarna saman. Þannig að það er svona bara eiginlega sama röðun eins og eftir í keppninni fyrir viku síðan. Já, og hér er Ómar að renna í mark. Já. Ívar er hérna fyrir aftan.
keppnisstjóri líka að klára markið. Já, duglegur keppnisstjóri. Já, kredit á hann. Og hver þetta sem ég með hérna? Hverju finn ég ekki? Jú, Guðmundur Stefán sem ég að horfa hérna núna, fyrir ekki við. Hann að koma í markið. Guðmundur Stefán, hann þá aftur, hann í 4. sæti þá núna. Er það ekki? Rétt hjá mér. Jú. Það gefur 26 stig. En býttu var ekki hann Ómar undan? Já, hvernig var það? Jú, Ómar var undan. Já, þá var hann koma bara aftur í 5. sætinu. Hann Guðmundur, hann var í 5. sæti síðast líka og Svo hérna Dimitri, hann er ennþá hérna í brautinni. Hann mætti ávart í kvennakeppnina áðan. Já, en hann hætti nú fljótlega. Já, átti að sjá því að hann var að hjóla með stelpunum. Kitty að taka fram úr Ívari. Já. Hérna á lokasprettinum. Fylgja Kitta í markið. Gefa hann á kútos. Þannig þeir að skila sér hérna. Ég er að fá hérna upplýsingar frá keppnisstjóra þyngdir að hérna Toppi er 68 kílós, síðan eru þarna hinir eru svona 74 til 76 og svo Vilberg er 86 kíló. Ok. Og svo er Martin, hann er þarna fyrir ofan það. Þannig að þeir eru, þannig að þú veist, þegar við erum að sjá það einmitt trukka upp þessa brekkur, hvað þeir eru að taka mikið á því. Já, og fá kannski þá aðeins meiri hvíld niður. Já. Dimitri er að skila sér mark í réttri keppni. Sem vel gert. Og svo er það hann Bragi sem er þá eftir Dimitri í markið. Ok. Já, Dimitri var að hringa hann Eystein. Og Dimitri á þá, hann á 600 metra eftir. En við sjáum þá að þetta er svona orðið nokkuð ljóst að hvernig þetta raðast. Það er engin spenna önnur sæti, það er langt á milli hérna Braga, Búa og Andra. Ok. Það er auðvitað að hafa ekki mótstjórn hérna í húsi að þurfa að lesa skilabóðin. En sko svona fyrstu ef við förum þá bara aðeins yfir stíginn áður við kveðjum. Já, kannski fara yfir úrslitin fyrst og svo yfir stíginn. Já, ég er svo sem með þetta bara allt saman á sama skjánum. Á sama stað, já. Já. Þú ert með, já, það sýnir þetta skjánum. Já. En það var Toppi var fyrstur, Guffi í öðru og Jóhann í 3. Í afkalla sem að gefur okkur þá að Toppi er með fullt hús stiga. Jóhann er í öðru sæti. Jóhann er þá þessi sem að einhver vill vita, þá er hann nýbyrjar að hjóla síðast sumar. Hefur ekki sést áður. Leiðrétting frá því að áðan, Martin vann B-flokkinn síðast og er þá líka með fullt hús stiga. Rökkvaldur var annar í mark og er með 66 stig og Henning er 3. með 64 stig. Mitt. Þannig að þetta verður æsi spennandi. Næst þá er annað og 3. sæti að því að það vantar töluvert upp á að því að allir sem eru í 1. sæti í kvenna og kalla A og B í báðum eru allir með fullt hús stiga. Já, og þá er erfitt að vinna það ef þeir taka þátt þar að segja. Já. Næsta keppni er á miðvikudaginn eftir viku. Þá verða örlítið breyttir tímar af því að við verðum með gesti í setti og svo keppni verður 3. bikar og Íslandsmót. Þá fá Íslandsmeistara. Þá fá við Íslandsmeistara. Þannig að það er eins gott að menn fara að mæta. Já.
Þannig, en ég veit nú ekki hvort með medalir og bygara og kampavínið. Það er afhent hann á keppnistað. En þetta er allt saman, við erum með styrktaraðila að útsendingunni og bara utanumhaldinu á keppninni frá Vitargo sem eru með bætefni fyrir íþróttafólk. Mælum með að kíkja á það og einnig er búið upp afslátt, þið sjáu þetta allt saman inn á keppnisspjallinu og við þökkum kærlega fyrir stuðningin. Nú eru svona flest allir að renna í hús. Já, var ég að nei. Ég held hann Eysteinn hann á eftir að hann er eitthvað eftir þeim. Sáum að hann Bragi er að detta í mark og svo kemur Andri, svo Búi og svo Eysteinn. Hann er þarna millir að þeir eru búin að hringa hann. Já. Við fá fullt af skilaboðum sem ég er ekki að ná að lesa. En það gleður okkur hér í myndveri alltaf að fá myndir af keppendum. Fá sársaukamyndir, horfum við á mynd af Bríett í dýpsta dalnum. Heyrðu, ég held að við leifum kannski bara síðustu myndunum að lifa. Já. En takk fyrir samverunauðin. Takk svo mjög leysrun og ég hlakka mikið til eftir viku. Já. Og ef þið eru með eitthvað ábendingar skemmtilega viðmældur til þess að ræða framistöðu og væntingar Íslandsmótið og ég vona að við sjáum bara sem flesta skrási til keppni. Já. Við erum búin að sjá að þetta er búið að vera hörku spennandi keppni bæði núna og síðast þó að það kannski hafi ekki með endaspretti síðast en þá var þetta mjög skemmtileg keppni og mátti varla sjá mununa á B síðast en við fengum aftur á móti endaspretti í þessari keppni. Já. Og brautin kemur í ljós bara núna bara rétt fyrir helgi held ég. Þannig að þið getið fara að búa til leikplan, mæling og mót, hittast ykkur starf, hjóla saman. Já, við mælum alveg með því að fólk sé að gera þetta þó þetta sé náttúrulega á Swift, að þá er alveg gaman að gera þetta í hóp. Ég veit alveg að eftir ég heyrði þeim blikum sem voru saman í upp í sporthúsi að þau fannst það mikil hvatning að fá aðra þegar það er náttúrulega fleiri á svæðinu sem er að hvetja. Ég veit að Maja Sæm hefur verið með þeim og Íris formaður var með þeim líka síðast, ég held að hann er ekki verið með þeim í kvöld og er að hvetja þá hína áfram sem er líka mjög það gefur mann alltaf nokkur auka vött í þessu öllu saman. Já. Herðu, ég þakka fyrir í kvöld og við sjáumst eftir viku. Takk sem leiðis.